Sitt ég svo illa búin að þátt sko. Já, ég alveg. Ég er glaðar. Við ruglunum bara. Eru ekki alltaf Alltaf ruglunum? Það Það er ekki Það er ekki svona svona hluti hluti af... af... þema. Já. Er það ekki Er það svona ekki svona hluti af fönninu? Já, alltaf ekki bara. Jú. Já, Kæri kæri hlustandi. Gleðilega Gleðilega mánudag. Löng helgi. Gleðilega snjó í mánudag, það kom alveg vetur. Það kom snjór og það spáði einhverjum svona storm of the century á morgun. Einmitt. Og bara eitthvað svona veðurstofur heims geta ekki sammælt hversu mikið ógeð þetta verður. Ég er svo neitt að trúa þessu sko finn ég sé þetta. Ertu búin að redda nagladekjunum með það? Nei, Ég er á svona heilsast. Ok, það var fucked. Já, það er ekki. Jú, ég hef verið með svona heilsastekk sko, það var ekki, það er bara ekki nóg. Nei, Það er ekki náttúrulega. Ég er mikill naglamaður. naglamaður sko. Ég Ég elska að keyra á nöglum. Í svona líka Líka þegar þegar maður maður spólar ekstra slótt í snjónum og þú veist bíllinn bíllinn byrjar eitthvað svona og svo finnum maður bara naglan eitthvað svona Grípi. Já, svona gríp í málbyggið, svona spæna upp helmingum að því og svona rífa mann á stað sko og það er bara Já, einmitt. Þetta var, hvað kostar nöglum? 160 skatt eða eitthvað? Þetta var 160 160. En ég er alltaf Hímalíku upp í Grafarholti. Grafarholti sko. Það Það er svo langt yfir sjávarmál. sjávarmál. Það Það snjóar svo mikið. Þetta er næstum Þetta bara er upp í bara upp í fjalli. Einmitt. Þannig Þannig að hérna, já, já, það er það betur er betur að vera að vera nagladekki. Hérna, Hérna, sko ég veit ég veit ekki ekki hvað við höfum að byrja sko. Það var UFC Abu Dhabi, 321 321 helgina. Svo Svo að að Reykjavík Open var haldið. á Það var Kongó drottningamót í í formulegri opnun HFH. Nefnilegafélag Hafnarfjarðar. Kaka og Bartar og bæjarstjórn og eitthvað Engi konga og drottninga viðurreignir. Nei, nefnilega ekki. En skemmtilegu barndagi milli Benna og Bjarni Ottós. Bjarni Ottós. Já. Ég er ekki að horfa á hann sko, en Ég held að sé Ég sé ekki til að horfa. jú, Benni sendi okkur lótuna sko, þannig að við getum horft á Já, það. Benni Sendi bara það. Já, sendi okkur á Instagram á Já, okkur. takk fyrir Takk það. fyrir það. Já, einmitt. Geðvegt. Geðvegt. Við erum svona Svona verið verið undirbúinir. En hann sló hann niður með þér. Já. En það var vits close bardagi, segja fólk sko, en Benni náði þarna knockdown sko. Já. Og þetta var 90 kílóum. Benni var ekki að segja að 90 kíló Benni væri ekki svo slemur eitthvað. Já. Bumbubenni. Bumbu Benni, einmitt. Manstu Bumbubann. Bumbubann. Auðvitað, Hér á árum áður. ég var alltaf með svona heima á mér. Varstu með Varstu með bumbubann bumbubann heima? Já, pabbi keypti það í gamla daga. Já. Og hann fylgdi mér í gegnum alla mína æði þessi bumbubanni sko. Veit þetta ekkert hvað hann er lengur sko. Það er Það er djöðlinn. djöðlinn, ég var að vonast til að Bumbubenni geti fengið Bumbubann að lána. Nei, Nei, það var ekkert eðlilega gott. Sorry Benni, Benni. þú ert ekkert með Bumbu. Hérna, ég vil Ég vil ekki bara massa það. Jú, ég man bara, ég hitti hitti Benna. fyrsta vikumótinu, Það var í Blúhöllinu. Svona, Blessa Benna. svona Klappaði nú svona á magann. Og ég bara, Já, það fannst alveg. Það var smá spikana. Já, ok. Ég skal mæta þér í sparri, Mjög rauður. En Svo ég frétti að Benni væri komin í eitthvað heavyweight eða væri komin í eitthvað svona þingdeild sko. Hann hlýtur að fara niður í, hvað, hann er ekki búin að vera í 75 eða ætlar hann að vera í 80 eða? Það. Ég veit Ég ekki, ég hef ekki hýrt í Benna Eftir stóra bumbumálið. Nei. Ég held að hann væri bara flott í 80 sko. Já, Það ekki. ég held að Ég held að slá menni ég held að fyrsta knockdownið. Já, nákvæmlega, farin aðeins komið með smá meiri kraft, aðeins þyngri. Já. Það er ekki bara. Power Bumba Bumba. Ég er alveg gals í mér. Ég var að klára sko 12 tíma vinnudag. Já, ok. Brunaði Brunaði bara hingað með hérna ónefndan drykk, orkudrykk í hendinni og bara ég er í galsa sko. Hvernig var það? Þú varst að keppa Reykjavík Open helgina. Já. Gerðu það líka bara beint eftir nætuvakt? Já, Fréttið það? já, ég var 16 tíma vakt. Beint í steppafannar. Já, það gjörsamlega pakkaði mér. Nei, Hann pakkaði mér ekki svo mikið, ég hafði mikinn sjans. Hann er segur drengurinn. Íslenski Walter Walker. Já, má ég segja það? Nei, ég hef engan sjans. Hann leiði mér svona svona aðeins að vinna og þreifa hans fyrir mér og eitthvað. En svo bara Þegar þegar ég ég gerði gerði mikið það sagði hann bara, nei, nonni minn, ekki og pakkaði mig saman sko. En það var hrygglega gaman. Já, með einhverja svona sögu Reykjavík Open fyrir okkur. Já, Ég get alveg, er ég með sögu?
Það var haldið í Reykjavík fyrir ammalskeiðis sem mótið það var hægt að keppa í 10 flokkum nema það bara náðist ekki skráning í alla flokkuna hvernig flokkuna er eitthvað vesen og réttustu flokkur líka ég þarf að finna hérna úrslitin en ég kefti 2 glímur kefti meðalans við Stefán Fannar sem var svona lífsreynsla út fyrir sig sko þegar hérna ég náði tíma sem ég sem tók hann niður og hann svona countaði með taka mig niður hann sagði upp á, ég er ekki tóka hann sagði upp á bara, oh hell no heyrðist mér sko og var hann svona á njánum og tók mig niður og tók bakið mitt bara geðvægt hérna hann er mjög teknískur, maður fann það svona í teknina sko, hann er ógeðslega teknískur og það er ekkert svona wasted movement hann veit nákvæmlega hvað hann gerir í hverju stöðu fyrir sig og svo var ég hérna að reyna að losna af bakinu mínu og ég held ég hafi reynt allar undirkomuleiðir sem ég kann með í fartæðskilur og hérna ég er ágætlega góður í að losa menn allar því innir í Reykjavík en með Stefán Fannar það var bara ekki búið sko og hérna og hann reynir ekki að tjóka mig en ég náði að tegja þetta í 3 mínútur það er nú bara sigur út af þessu það er sigur út ég gaf sjálfur mér 20 sekundur fyrst og svo var Þröstur á kantinum sko og Þröstur var eitthvað svona alltaf vappi í sig mikið og erskifendi og hann er eitthvað svona já 20 sekundur betur en ég þú getur ekki var hann að keppa á þessum móti líka? Nei, Þröstur mætti bara með brotin gleru og myndavél já ok, mætti hann steppa á einhverju öðru móti? Já, hvort það hefur verið á Atlantic ég held að báti glimti svo við Davíð Ingi Sigurðsson hvað segir ekki rétt þér? Davíð Már já, hvað segir rétt þér? við varum slá öllum við saman glimti svo hann gasað út við varum bara nált í æl og dýnuna það er Már Sigurðsson, það er rétt þetta veit maður, maður allt en já, það var gasað út hann hérna hann náði toppstöðu settum í dars og ég var í svona solid mínútu að losa þetta fucking dars af mér sko og hann gerði mistök og ég náði að vera hérna sniður að hugsa fótur og svo losa mig þá þarf það að snúa tíminu við skilur taka toppstöðuna og eitthvað og verðum með svo mikil pressure og ég bara ég gasaði algjörlega sko. Það var svona hlauparar sem tala að þeir lenda svona á vegg ég hef aldrei tengt við það jafn mikið og akkur þarna sko. Það sem ég bara lenda á bara einhverju svona orkuvegg og bara nei, ég á ekki meira til en þú veist, ég var svo ógsta lítið sko. Ég er á svona nætuöktum sko. Það var fyrsta nóttum mín á nýjum stað sko. Nema hérna, það fylgir svona rúm fyrir mitt að sofa og svona communal sæng með og það voru svona það var svona innvatn af svona 8 mismöndi stelpum í sænginni skilur þú bara það var ógeð svona eitthvað svona lyktar refur ég veit ekki hvað þú veist bragðarefur fyrir lykt skilur og ég var bara svona of mikið full mikið að því góða sko þannig að ég var ekkert alltof vel stendur en maður fréttir streymdu við Reykjavík góðbæðin þannig að það er að finna það hérna allána Matt A var livestreamað og er inn á bara MMA YouTube-brásinni MMA frétta YouTube-brásinni og hérna Seti Dínan Matti er á leiðininn við erum bara að hassja út hvernig við streymum 2 dýnur í einu inn á sama reikning við erum eitthvað að skoða það það hlýtur að hægt já, allt hægt viljinn fyrir hendi nákvæmlega talandi streym það var búið staðfest að það að ég held að síminn ég held að maður alveg upplýst það að síminn já, þú ert bara uppljóstur það ég er bara uppljóstur það var náttúrulega stóð alltaf til sko en Crazy Fight Night en alltaf bara 15. november stutt í það og hérna bara 2 vikur 3 vikur rétt tæpar 3 vikur það minna en 3 vikur minna en 3 vikur pældi í þessu já, við þurfum að hérna bara fjallum þetta á þennan Kitty fyrir að drulli ykkur meira Kitty það verður ekki að ræða hans Kitty jú, bara sko ekki senda mönnum með podcast skilaboð og fara að drulla yfir þá sko þú mátt byrja að drulla yfir Kitta
Nei, ég nú ekki drullið við Kitta, en ég vil ekki að Kitti sé drullið við okkur heldur. En svona þetta svolítið, við höfum kynst í þessum bransa, við gerum eitthvað frétta eða eitthvað viðtal með eitthvað í Reykjavík og þá byrja Mjölnismenninni bara hvað með okkur? Svo gerum við eitthvað Mjölni og bara Reykjavík þeir bara fyrir Mjölni! En við fyrir með eitthvað glímumót, þá eitthvað annað glímumót sem bara hvað ég missaði ykkur, af því ekki fjallum glímumót. Maður reynir að fjalla alla, en maður gerir aldrei neitt rétt. Alltaf að finna eitthvað að því sem við og þú veist, boxklúbarnir líka og svo þegar við erum á boxmótunum þá er jiu-jitsu gyminn bara brjáluð og öfugt það er allir reyðir akkur allir svona reyðir við okkur er Kitti með eitthvað svona félag Kitti og kók gegn 50 nótum Nei, við erum ekki svona miklu vælarar en hérna, það er bara gaman að þessu hann samsend okkur skilab Já, það verður líka, við munum hérna núna næstu vikur fara svolítið í þetta Gleysir.net við munum gera eitthvað skemmtilegt Já, leiðina búrinu og eitthvað Já, stóð ekkert annan til það var Reykjavík MMA, var bara að klára snúna helgina Reykjavík Open Reykjavík Open, sorry Reykjavík MMA lifir hann Já, Reykjavík MMA lifir vissulega ennþá Reykjavík Open var bara að klárast helgina ásamt nefnileikamóti og það er mánudagur Af hverju Það er náttúrulega bara next up er náttúrulega bara hérna Gleysir Fight Night 15. Svo er bara Battle Arena í Mjölni 2 vikum eftir það og Kolli saman dag Kolli sama dag að berjast í Icebox sömu helgi Það er svo mikið ekki það er svo mikið framöndan þannig Kitti bara róa take a chill pill my brothers gaman að þessum hérna við svona alltaf á gott UFC-kart helgina Svo við fáum UFC næstu helgi það er eitthvað Apex skítakart það eru nokkru bardagar hana sem eru áhugaverðir annað en beinimyndir, Stjúkas ég mútið David og Nama annar bardaginn á kartinu er Phil Rowe á móti hann kóruðbúanum Kó hann heitir K.O. Svo gæði sko og hann er á móti Phil Rowe sem er líka skemmtlegur og hefur verið að æfa þarna með Aron Frans eitthvað úti í Florida þannig að það er hérna það er skemmtileg fætt sem ég er alveg búinn að merkja hérna svo náttúrulega kettlum við erum með Normund og Mont það er ágætið spenna fætt það er hérna á prílimsunum sko og svo er hérna sko co-main það er Valdo Cortes að kosta móti Ante Delaya það er alveg heavyweight bengar sko Heyrðu og sett ríkast Mas og sett ríkast já hann er með einhverjum undefeated gæða er hann búinn að finna eistin sín Já, nákvæmlega, losu öllabandið og finna eistin sín greinilega Ekki það sé ekki eitthvað svona það er ekki disk hann fekk proper groin shot og gæti staðið upp og var borin út af börum Nákvæmlega af því að hann týndi eistunum sín Já, hann bara fann það ekki hann fann það ekki, hann bara farin upp hann sagði bara can't find the balls Já, veitu hvað var meira að það sér hérna co-main eventið það er hérna hann Valdo Cortes að kosta mútið Ante Delaya þessi Ante Delaya er bara nýjasta viðbútin í heavyweight og ógeðslega gæi vann hérna Marcin Tybura í debutinu sem bara núna í september mjög spennandi gæi búin að æfa með Tom Aspinall og var í hérna hvað var hann var hann ekki í PFL Legend ekki að spennandi gæði sko þannig að Valdo Cortes að kosta er búin að vera að steppa upp svona jæmt og fett í síðustu barndöðum þannig að ég er mjög spenntur þetta er skemmtilegt þetta er fínt test fyrir báða menn sko Já, það er svona skemmtilegt þetta gæti verið svolítið skemmtilegt coolbet kart Jeremiah Wells segir það líka mótið Þembokring það getur verið eitthvað þar Já, kannski getur við loksins unnið eitthvað það er spóið ruggli hjá núna síðustu vikur Já Ég sem bara var ágætur Stóra appellið við þessa helgi bara klúraðist á fyrsta fæt kvöldsins en allt annað gekk Já, þú vannst það ekki Við þurfum að snerta því sko ánum fyrir að rifja upp allt sem gerðist helgina Ætlar að deyja þeim hól og segja að ég hef ekki unnið neitt þessa helgi Nei, það er vissulega rangt hjá mér að segja það af því þú vannst æðstu velun Ég vann besta veðmálið Ég sé eftir að hafa gert það veðmál Ég sé svo mikið eftir ég líka sá eftir þessu immediately ég sjá eftir þessu alla vikuna og svo bara þú veist að koma að þessu ég sá bara svo mikið eftir þessu og ég nenni ekki að
Já, við hefum átt að gera eitthvað skemmtilega. Nei, þetta er eins skemmtilegt auðverður, en fyrir þá sem við mista síðustu þætti, þá verður maður þannig að Biggi var vissum að Jandarópa myndi vinna Mackenzie Dern. Og ég var ósamra og setti á Mackenzie Dern, sá sem tapa til að fara bend í stuði í 24 sólarhring, í 24 tíma, 1 sólarhring, 24 tíma, og gæti skapað af 1 klukkutíma fyrir hverja pulsu sem maður myndi borða. Og það er bara hérna á orkun á Vesturlandsvegi. Þetta verður svo vandræðilega auðvitað fyrir mig, sko. Já, það verður að nýsa kortir. Ég held bara, sko, þú verður ekki að borða 24 pulsur á kortir. Ég held að geta komið þér óvart hversu margar pulsur sem getur borðað á kortir í. Ertu svona sausage gobbler. Ég er svona ekki alveg meina það, en ég get jötið, sko. Ef það er enginn að stoppa mig, og ég bara... Og þú græðir á því, þú meira að borða það. Það versta er, sko, ég er búinn að vera svona að passa hvað ég borða og nú er ég bara að borða 24 pilsur. Ég er búinn að vera eitthvað að reyna counting my calories, very calorie deficit og eitthvað. Og svo bara eitthvað, já, nú ætti að borða 24 pilsur. Voru ekki bara eitthvað að reikna út í svona aldrei að það væri eitthvað 2880 kaloríur? Já, það er ekki neitt. Það er ekki svo mikið. Það er bara Sko, má ég taka tölvuna mína með mér ánga og vinna meðan ég er það? Já, sjálfsög. Þú þarf bara að vera þarna í 24 tíma, skilur. Já, ég verði þarna max í 2-3 tíma. Ég byrja bara að borða 12 pulsur, vinn smá og fæ mér aðra 12 pulsur fyrir heim. Ælir tilhugsun. Ég var náttúrulega á svæði, sko. Við þurfum bara að negla niður tíma. Svo vil ég hafa svona meet and greet. Það sem að hlustundu finnir lúðuna getur komið svona hitt bygga á bensinstöðu dagar. Þú ert þarna með sinnebi á nefinu og remuleið út á kinn og eitthvað hangið tölunni og það er bara Biggi pulsa. Þetta var ógeðslega. Vest bara ég er alltaf ekki svo mikið að gera, svo fáir tímar í sólarhringum til að áorka öllu sem ég langar að áorka, svo að ég bara fara að eyða heilin sólarhring á bensinstöðu. Já, en þú segir, þú getur gert það kortir. Já, þetta verður í sig. Sko, hefur ekki, ef ég myndi bjóða þér að ég myndi borða bara sítrónu með berkinum og öllu, myndur ekki vilja skipta þér? Aldrei. Ég myndi aldrei, sko, þú getur ekki ímyndað þér hvað ég hló mikið innra með mér og hvað ég skemmti mér mikið við tilhugsunum ef þú væri að fara að hanga benstuðið. Þegar sko, ég hef reynt að fá þetta veðmáli gegn svo oft. Mér líður svona eins og ég sé bara að fá fulltæðingu á afmælisdeginu mín. Það er svona þannig líður mér, skilur. Að sjá mig borða pulsu. 24. Þannig að þú veist. Já. Og þessi sítróna, hún er með þínu nafni, sko. Við erum að spara sítrónuna fyrir þig. Já, ok. Mér langar miklu meira að sjá þig borða sítrónu heldur en að sjá þig borða fullt af pulsum, sko. Já. Mér finnst það svona dómgrundarskurtur. Já. Myndur vilja frekar sjá mig borða eina sítrónu með berkinu frekar en 24 pulsur? Já. Skal þér fyndi að sjá að borða sítrónuna þegar þú myndir gera það á endanum? Það verður ógeðslega fyndið. Já, ok, en ég fíla þessa seríu, sko. Það er 2-0 fyrir mér. En ég byrjar að skrifa uppistandið. Það var samt svo eitthvað mikið rugl. Þegar það var bara að hætti barndag. Nú bara ég vinn! Nei, alls ekki. Gæði misti weight eitthvað, hvað var það? Já, hann misti weight og var rekin úr þessi. Hver var þetta aftur? Það var hérna K eitthvað. Kenya. Hann var debut á UFC. Þú hélst að hann myndi debut á UFC og vinna Patricio Pitbull. Og Pitbull var svaka underdog 3,4 stuður eða eitthvað. Þetta var svaka unit þessi gæði, sko. Já, einmitt. Þannig að þú veist. Mér finnst það nætt að fá annan sér, sko. En þú samþyktir þetta? Já, ég til það. Já. En ég er svona vinnu minn á eina 4 ára stelpu. Hún fær oft mikið svona gestagald þegar hún gestur í heimsókn. Hún alveg reyðir af sér brandarana. Og ég bara skrifði alltaf þegar ég bara, þetta er comedy gold. Sjáum mig ekki fyrst í Guardianunum. Og ég bara... Let me write that down. Þannig ég er ógeðslega spenntur. En það verða bara svona einhverjir, þú veist, 7 línur sem þú þarft að segja. Já, ég til það. Það verður ógeðslega gaman. En sko, fyrsta spurningin er, sko, færðu aldrei leið á því að hafa rangt fyrir þér? Sko,
Varst þú alveg vissum að Mackenzie Dern hefði tekið hennan bardaga þegar hann var búinn? Varst ekki svona, var ekki smá partur að það bara svona shit, þetta gæti dottið hinn meginn? Nei, aldrei. Nei, ég sá þetta ekki live, sko. Ég náði ekki að horfa live, ég var ekki svona búinn á því eftir daginn. Þannig að það 16 klukkutíma að fara svona í Reykjavík að streyma og keppa og eitthvað. Ég var bara heildur. Og ég er búinn að horfa á hana bardaga svona þrísvar, en aldrei að halda athygli. Alla lótin þar svolítið eins. Svona Nesosson. En svo fylgist mér á chattinu. Þá skrifaði þú 1-1, Nonni, ég vona þú sést svangur. Og þá fékk ég svona ég held ég að tapa þessu. Og þá veit ég ekkert hvað. Nei, já, ég var að tala um lótur 1 og 2 voru búnar. Ég sagði 1-1. Já, og það ekki að það er 5 lótur. Jú, en bara svona, þú veist, það væri fætt og Mackenzie Dern tók fyrstu, svo tók Vírna aðra og ég er svona, ég er núna 1-1, múnum þessi svangur, þetta er að snúast við. Já, ok. Hefði ekki verið betra að bíða þess þegar núna 2-2. Nei, ég vil alltaf rífa kæft svona. Já, örlítið. Leifaði að koma í baki á mig. Það mikið sann, það hljómar þess að þú. Ég fíl það. Þannig að ég skil að Mackenzie Dern góð á bakinu, bara þú veist, þá var tekið niður og hún bara strækaði og bara fokkaði henni upp á bækinu. 100%. Það var bara, hún er sko bæði og hún er miklu betri strækjar. Heldur við vissum fyrirfram, sko. Að hún var búin að taka til mikið í strækingdepartmentinu. Og þegar við tók henni niður, það var bara svo mikil refsing. Hún var ógeðslega góð að leggja á bækinu, bara dish out. Svona svipað og Volkov móti Gildan og Mita. Já, mér finnst það miklu meira damage í þessum stræks hjá Dern heldur en hjá Volkov. Mér finnst Volkov bara einhvern veginn vera pot í hann og þú veist, eins og þessi þriðja lóta, þú veist, ég er alveg sammála, Gaurar ekkert að vinna bardaga bara með að leggjast hún og Gaurar, þú veist, eins og Torres Finney daginn, bara eitthvað, þú veist, bara skerði ekkert nema bara taka gæði niður og þú veist, vann bardaga á því. En þú veist, ég er alveg sammála, að þú veist, menn eigi ekkert að vinna bara á að taka Gaur niður og reyna bara að halda hún niður og gera ekki neitt. En samt, horfandi á þessu þriðju lótu, þú veist, það fannst mér ekki neitt í þessu damaging frá Volkov og hann tekið niður 3-4 sinnum og alltaf dómarinn alltaf hleypur hann aftur upp og hann tekið aftur niður bara leið og bara, veist, þetta er einhver 3 takedown eða eitthvað. Mér fannst það bara nóg fyrir Almeida að vinna lótuna þó þetta hefur verið hundleðilegt. Hann megi alveg svo sem fokka sér og búið að kötta hann, sko. Nei. Ég sá það á Instagram. Já, ég held að það hefur verið fake news. Þetta er samt frá síðunni sem maður hefur alltaf rétt fyrir sér, sko. Er það sama síða? Dovi Simu MMA. Þetta er gæðin bara sem postar alltaf þegar gæðir eru út. Ég skil ekki alveg þetta heavyweight division, það voru katta bestu gaurana. Það voru katta einhverja top 15 gaura, hægri vinstri. En Jordan leðilegt, Jordan að meta, bara, þú veist, hann kann bara glíma og, þú veist, Jordan leðilegt. En mér fannst það sem vinna barða, ég hefði gefið honum hann barða og mér fannst það illa svikin, ég var með veðmáli, ég var með hann bæða parlay og ég var með hann bara bæði decision á single bet sem ég hefði grætt helling á, sko. Ég var alveg smá pirraður, sko. Já, það er sko einhver að segja að það hefur verið removed, en... Já, það tapar einhverju betti. Já, ég var með hann single bet decision, það var alveg 4-50 stuðulega, það var alveg grætt ágætlega því og var líka með hann á parlay, sko, en svo náttúrulega Vírina hafði klúður að því hvort það er, sko. En, já, ég var alveg smá pirraður þarna, sko. Já, ég trú því. Ef að gera það upp almennilega. Já, ok, Svona líka eitthvað drama í bóksheiminum þessu sömu helgi. Já, Parker var bara rótaður í 11. lótu. Móti Fabio Wardley sem fyrir þá á móti Lila Usyk. Það er nú saga fyrir aðra stund. Mest svekkjandi úrslit sem ég man eftir svona í lifandi minni. Thomas Spinal Silgan no contest eftir IPOC. Það var ógeðslega leiðilegt. En þú veist Sko, ok, upp á því, hvernig fannst þér bardaðinn að þróast? Mér fannst Silgan að koma með smá tök á þessu, sko. Mér fannst Tom Aspinall að byrja vel og synda hann gat alveg bara staðið með Gane og eitthvað. Gane gerði vel með að verjast fyrsta takedown á temptinu frá Tom Aspinall og svo virtist hann að vera að ná smá svona einhverjum ánangri í stræking með hann, náttúrulega blóðgar hann hessilega. Það er samt bara eitt högg, en samt damage. En mér fannst
Silgan vann þessa lótu. Það var mínum að því, sko. En Tom Aspinall var ekkert eitthvað lélur í þessari lótu, hann átti líka alveg flott höggarna og var alveg að hitta hann, sko. En þetta var alltaf bara fyrsta lóta, þetta hefði bara orðið eitthvað geggjaða bardagi, sko. Það var geggjaða bardagi. Það er líka bara, Aspinall var að fara aðeins meira í svona leg kicks og eitthvað. Líka bara bodykick. Já, eitthvað sem var svona virkaði eins og verið svona fjárfesting, sko. Svona fjárfesting til framtíðar. En það var ekkert eitthvað frekar mjúkt á munum. Þegar við förum hérna í Total Strikes þá sko Tom Aspinall með 27 lent af 39 Silgan með 30 af 40. Þetta er ekkert eitthvað það er ekki híminn að hafa á milli, sko. En mann fann svona eins og momentumið þegar þetta gerist eftir rúma 4 mínútur. Það finnst maður svolítið momentumið að koma Gunn megin einhvern veginn. Það var alveg mín tilfinning. Svo var líka að, þú veist, Mér varst Aspinall aðeins fann að djóka svona. Hann fann að snúa dagur dansbór og snúa sér eitthvað án þess að láta ykkur högg fylgja og hann fann svona eitthvað brosa og svona gefa fæf og það var eitthvað svona ég veit það ekki. Ég veit ekki alveg hvað ég var að lesa niður en ég var ekki ég ekki sáttur því ég sá þetta svona hvort að hann var bara eitthvað að gera þetta óvinnarlegt eða hvað, sko. En þetta iPoke er alveg svona með þeim verri sem ég séð í langan tíma. Það kom alveg svona, þú veist, UFC gaf endursýningu þar sem þeir eru bara stækkar að mann geðveikt mikið. Maður sé svona iPokeið og svona iPoke. Svo kemur skilja því að Tom Aspinall er að fara áfram og puttan hans Silgan er komin inn í augtóftina á honum. Hann er ekki svo búinn að klára allar hreyfingar og svo mætast eitthvað og þetta fer svo djúpt inn í augun á honum og ég bara þannig svona hryllir við, sko. Það hefur verið viljandi eða óviljandi. Sko, ég held að það hefði ekki verið viljandi. Þetta er ekki svona, hei, þetta búið í augun á þér. Hann er svona dirty motherfucker, sko. Hann er voða mikið að sparka í pung og þú veist, bara og kýla í hnakka og þú veist, hann er ógeðslega dirty gæi, sko. Já, þú veist, ég er búin að reyta brastabrandar hérna. En hérna, ég er 100% saman því, sko. Hann er alveg dirty fighter. Jim Miller skrifa svakalegan post og hann var að highlighta það, sko, að langflest iPoke-in í UFC koma bara frá mjög fáum gaurum, skilur. Mjög fáir gaurar sem að ég heyrði mynd einhvern segja, þú veist, Jim Miller flesta barda af öllum í UFC og hann hefur aldrei iPoke neitt, þú veist, en já, það er bara svona ákveðin gæjar, en við gerðum könnun, sko, í storyun okkar á Instagram, hvort það væri viljandi og óviljaverk og það er sko 77% sem að telli þetta hafi verið viljandi hjá honum. Það er 20 votes fyrir því að þessi viljandi mútið 6 votes að þetta hafi verið óviljaverk. Þannig að sko mér fannst þetta að lúka svo slæmt einhvern veginn að hlauta að viljandi. En mér fyndið þegar það gerir, sko, þá fæ ég í 2 skilaboð frá 2 góða mönnum og annar er bara eitthvað fucking Gunn og hinn er bara eitthvað fucking Aspinall, hann bara hætti. Þannig að það eru mjög skipta skoðanir þetta, sko. Og svona sumir sem vilja meina að Aspinall hafi verið að leita leið út og eitthvað, ég bara er ekki alveg það, sko. Það er aðeins að kíkja. Það átti að streym þitt? Já. Og ég bara plassa málum? Nei, eitthvað tvöfalt hljóð og eitthvað þessum. Nú, ok, var einhver að kvarta í ykkur? Já, held það. Ég þarf að skoða það. Ég nenni ekki að rífa myndavélarnar sundur og eitthvað. Nei. En já, þú veist, ok, ég er alveg sammála því, sko. Þú veist, menn erum skipta skoðanir á þessu, fair enough. En, þú veist, er ekki svolítið skrítið samt, sko, að reyna að bleyma þetta á gæinn sem verður fyrir augnbótunum, skilur. Jú. Á hann bara eitthvað að harka af sér, sjá bara eitt auga, þú veist, ef við hugsaum skilur við, svo Gunni vs. Ponzinibbio. Þú veist, allt bara sérðu tvöfald, það sér ekki neitt, og ert bara að éta ógeðslega mikið á högum. Og er það ógeðslega fair? Eða myndi það ýta undir að menn væri svona, ok, þú veist, mér er ekki refsa fyrir iPoke, af hverju ætti ég þá að passa mig, skilur. Ef að pressan er á gaurnum að halda áfram. Þannig að það er svona, það er einn mikið, en af hverju ekki bara refsa almennilega fyrir iPokes? Nákvæmlega. Svo það hættir. Mér finnst svona semi, sko, þetta, double iPoke, ógeðslega, þetta er svo gróft dæmi, sko. Ég er svona, þú veist, ég er kannski ekki alveg þar, en ég er nær því að vera bara á því að þetta er bara verið disqualification og Gunn
heldur en að vera með eitthvað bögg yfir Aspinall að hann hafi verið að leita leið út, sko. Það er frekar á hinum pólunum um að þetta eigi bara að vera disqualification, af því að þetta bara svo mikið brot. Já, af því að þú veist það líka bara, þú ættir bara að geta séð á Aspinall hversu fokkin vont þetta var, skilur, þú veist bara, þú veist, hann fæði betur læknis og bara, þú veist, menn hafa mist auga, skilur. Þú veist, þetta bara óslega hættulegt og af hverju þá einhvern veginn að setja bleimið á fórnarlambið. Þannig, þú veist, hvað geranda meðvirkni er þetta? Ég ætla ekki bara að hljóma þessu okkur svona hardcore feministi hérna, þetta sé geranda meðvirkni. Nei, en ég er 100%, sko, ég er 100% á Aspinall hliðinni hérna. Þannig, ef þetta haldi áfram, hann hefði örgulega tekið stig, eða ekki? Jú. Það held hann átt að gera það mín. Jú, 100%, ef Aspinall hefði, ég, þú veist, leggja staði í hérna bardaga, skilur á, já, 100% taka stig, en þú átt svona, skilur þetta er í fyrstu lótu. Já. Þú veist, ég bara, hvað, þetta er bara vera hálf blindur hérna 4 ár. Já, einmitt. Það veist, maður svona, þú veist, að taka stig. Það allt í húið þarna. Það bara að fara sjónskertur inn í restina af bardaganum, eða bara, heyrðu, við bara hættum hérna, komum aftur upp í mánuð og gerum þetta hérna, að allir sjá. Einmitt. Maður myndi líka halda, skilur, eins og Jim Miller var að taka fram í sínum post, sko. Þú veist, það gæjar eins og Jim Miller með eitthvað, þú veist, hann með yfir 7 klukkutíma af Octagon time, skilur. Ég er ekki viss, ég held að hann, með minna hann hafi sagt í sínum pistli, hann hafi aldrei prófað þau. Og þú veist, ef að gæjar sem með svona geðugt mikið Octagon time, ættu þeir ekki að vera með flest eye-pokes á rekordinu sínu, gefið að þeir eru langmestir í búrinu. En það er ekki staðan. Það er bara, þessi eye-pokes eru bara á höndum mjög fárra einstaklinga. Í UFC. Já, og þetta er eitthvað svona, dómararnir segja, þú veist, þú mátt ekki, þú veist, hafa höndina opna út, en þú mátt gera það ef þú lyftir fingrunum upp. Já. Af hverju er það þannig? Af hverju ertu ekki bara með fist þegar þú ert með hendurnar út? Já. Þú veist, af hverju er verið að leiða en að bara snúa hendinni upp? En svo ertu eitthvað að teygja þig og hún náttúrulega helst ekkert eitthvað uppi, fattar þig? Svo fara menn eitthvað að teygja sig og réttist úr hendinni. Já. Fattar þú veist, ef þú ætlar að vera með hendina frammi, þá á hún bara að vera í fist. Já. Þú veist, þetta er ekki svo flókið, sko. Nei, 100% ekki. Og ég finn til með Tom Aspinall þegar svo var hann eitthvað í viðtali og allir salurinn er eitthvað að búa á hann. Hann er bara svona, hvað er það að gera? Ef ég verið Tom Aspinall, þá væri ég bara frekar pirraður út í UFC. Ég væri pirraður út í UFC út af þessu John Jones dæmi. Hann hafi verið bara, hvað var hann ekki, í 600 eitthvað daga að bíða titlinn sín. Bara 2 ár bara eitthvað að dúlla sér. Ok, svo fær hann fyrst sinni fyrstu titilvörn og þá kemur Silga Aron bara potrar bara hann sér inn í hauskúpun á honum og það bara herði no contest, þið bara rönnið þetta tilbaka. Já, og hann bara bíða með einn ár eftir að fá hann að barða. Já, mér finnst þetta að vera bara, herði Silga Aron, þú bara fokkaðir upp. Þú veist, þú bara disqualified, eða þú sko 3. title shotið hans Silga Aron. Og maður bara, þú veist hvað, hann fór 4. Hann er bara, herði, búin að tapa 2 svar, klóra augað úr anstæðingum með 1 skipti. 4th time's the charm, Silgan. Núna færðu þetta. Sástu hvað John Jones breytti prófælmyndinu sinni á Twitter. Hann breytti henni í svona önd með iPads. Já, ok. Það veist, náttúrulega, þú ert búinn að dökka hann. Hvað er þú að rífa kjafnum núna? Já. Á stofunum? Við erum eitthvað að meina að Veist að Tom Aspinall sig núna að dökka hann? Að dökka hann eða eitthvað. Já, ok. Mér finnst það mjög skrítið. En svona sentimentið úr Aspinall-kampinu var alveg þannig að þeir virðast alltaf svona, það var einhver rúmur það, pappans, eða það var potið komið frá pappans, að þeir væri bara svona svolítið að segja skili við UFC, fara bara í box. Já, þeir voru að tala sko á nokkra bardaga eftir af samlingum. 2 bardaga eftir. 2 bardaga eftir. Já. Og þannig að það ekki endursemja á UFC, þetta bara taka þessi 2 bardaga, fara svo bara í boxið og græða bara einhverja stelpur að vera upp að þér. Já, og þá fengi Silgan loksins titilinn sinn. Já. Ég skil það. Og hann verður einhver heavyweight stjarna. Nei, 100%, ég segi bara settu bara Tom Aspinall í boxið, skilju, hann getur farið að tekið 1 box bardaga, grætt svona 5-6 UFC bardaga virði af pening á no time. Það er engin aukpót í þessum hönskum í boxhanskum. Bara meika miklu meira sens. Þú veist, þannig að segja sko, ég skil Tom Aspinall geðað mikið að vera fúlan, skilju. Geðað þetta ekki með beltið, svo fara aukpótið, baulað á þig, gæðin ekki svona disqualified og bara eitthvað run back.
Hvað var að mæta? Bara að mæta með sundgleru í næsta barða? En þið hljóta samt bara að Reebok hennar fætt samt bara bráðan þetta. Já, ég held að Dana White hafði sagt það. Það væri bara... Þú veist, ætla að segja þetta hendur svo bara... Nei, Madison Square Garden-kartið of stutt í það. Það ekki bara eitthvað í kringum svona 10. nóvember eða Madison Square Garden-kartið? Ég veist, en það er of stutt í það. Já, það er of stutt í það. Þú veist... Kannski eitthvað desemberkart? Já, þú veist ekki, svo gæti Astronauts bara fengið bara eitthvað keppnisbann í ekstra tíma út af hversu slæmt uppátið er. Þú veist, ég er ekki búinn að sjá einhverja doktorskíslu þetta. Það er svolítið ekki, ég sá eitthvað augað sjálft er ekki sjálft það, sko. Já. Það er ekki því að maður sjá fljóðlega, sko. Já. Sem betur fer er tjekkað á nöglum og svona dóti fyrir þetta. Herru, já, ég segi þér ógeðslega kaldhæðnislega. Ég hann Benni var að kommenta, Benni Bóksari. Það var hljóð okkar á livestreaminu og það hefði verið tvöfalt og eitthvað, ég hef glemt að mute eitthvað dót. Ég var búinn að segja að hann verið með bumbu í allt kvöld. Svo kemur hann bara sem einhver svona ófyrirkallaði tæknimaður og passar upp á eitthvað quality control. Við hefum ekki Benna skilið, sko. Hann er gull á manni. En já, við lakar til að sjá hvernig þetta þróast með Thomas Bernal. En því líst anti-climax. Já, ég veit það maður. En ég hugsa það, sko. Ég á búinn að sófanum mér. Allan dag að ég, já. Það var bara ekkert veginn. Einmitt, bara svona verið allan dag upp í sófa að bíða. Gerðu ekki neitt. Það er alveg eins geta farin og bensinstu og fengið í pulsu. Já. Láta eins og hafa ekki tíma í það. En Mackenzie Dern tekur veikjandtitilinn gegn vöruna Jandy Ropa. Já. Það var bara eins tæft og það gat orðið, held ég, eða svona nokkuð veginn. Ekki 48-47. Jú, Cross Board bara, ekki? Ég var ekki... Einn dómari sem gaf 49-46. Já, það ekki. Það er bara einhver gæi sem skotin í Mackenzie Dern, sko. Ég held að hann sé að fá eitthvað extra kudos fyrir að vera með Killer Dumpster. Sko... Hversu oft replayaði þú þetta reel? Það er fleiri og fleiri miljónir á áður og ég er að missa við. Já, það er sko, ég hékk heima og bara niður í Reykjavík bara að refreshja booty shotið af Mackenzie Dern. Það er eina sem ég gerði. En djúið það að fyndið, þetta var TikTok eða ekki? Það var Instagram reel. Það var bara, rassinn á Mackenzie Dern endaði í eitthvað svona 6,1 milljón views og face-offið milli Tom Aspinall og Sylvie Gann endaði í bara eitthvað 3 milljón. Bara rassinn á Mackenzie Dern seldi 2-falt betur á samfélagsmiðlum heldur en main event heavyweight title fight. Ég skil það 100%. Ég bara, þú veist, hvað, þú veist, já, damn. Ég einhvern veginn, þú ert búinn að vera svo skotin í Mackenzie Dern svo lengi. Ég er bara einhvern veginn, og það er alveg stundið saman, sko. En ég var ekki búinn að horfa á málið frá þessu síðu. Nei, frá þessu sjónarhorni. Þú veist, skilur hvað ég er að meina? Já, nú skilur hvað ég er að meina. Ég sá ljósið, sko. Já, ég getum við haft svona 50 lóti special þar sem við tölum bara Sko, mér langar svo að gera mynd á Instagram þar sem þú er bara og svo sýnaðu myndir af MMA-fæturum og þú gerir svona smash or pass. Já. Ég þráir svo mikið að gera það. Já, gerum það bara. Er það ekki? Jú. Já, það er leima svona íslenskum sterkum mynd. Já. Veit nú ekki hversi sigur. Veit ekki hversi sigriður er í síðan. Smash! Shit. Ég taldi Kitta. Þá gerði hann lagið Horny Nani. Já. Þetta væri náttúrulega eitt graðasta vídeo sem að 15 lútan hefði gefið af sér, sko. Það er búið draumir hefði lengi. Já, sko, við erum alltaf svona, við erum podcast sem lætur draumar rætast. Draumurinn minn að þú hangir á bensinstöð og borðir pulsur, hann er að rætast. Draumurinn þinn að ég fara að skoða í rassa á internetinu, það má alveg rætast líka, sko. En þessi bara það eitthvað svona, mér varst alla lótuna svolítið mikið svona copy-paste af fyrir lótunni. Þetta var svolítið mikið bara... Við erum að taka niður og maður kennst bara gett duglega á bakinu. Já. Þú veist bara striking, wrestling. Og bara refsingar á botninu, standardur upp, striking, wrestling, strike á botninu, standardur upp. Það var svolítið svona þessi formúla heilt yfir. En finnst þér sko,
mér finnst sko að þegar Weili Zhang veikeitar titilinn, finnst þér þessi 2 stelpur, þessi 2 konur, vera svona... Það er unna ekki champion. Unna ekki champion. Finnst þér að vera champion kaliber með við champion sem við búin að vera með? Nei, eiginlega ekki. Ég held að Weili Zhang hefði stúdað hann báðum, sko. Bara stúdað hann báðum, sko. Ég held að líka. Ég held að Weili Zhang hefði stúdað hann báðum. Var ekki Shevchenko var tíma líka í þessari vikt? Nei, hún var aldrei strófið. Hún var bara í flyweight alltaf. Hún var alveg verið í flyweight alltaf. Já, ég man ekki alveg ég er svona, mér er aðeins að kúka á mig sko, en mér finnst bara svona miðað við champana sem hafa verið sko, að þessar 2 sé ekki alveg á þessu kalibri. Þetta er svona smá lægð í strófviktinni, en Mackenzie Dern á þetta samt alveg svona, ég elska að hún hafi fengið hann titil. Hún er náttúrulega búin að vera þarna bara heillengi í UFC og er núna bara, ekki bara Mackenzie Dern og Fabricio Werdum sem hefur verið skilur UFC champion, BJJF champion og ADCC champion. Þannig að þú veist, þetta er náttúrulega bara geggjað pedigree af beltum sko. Þannig að og svo er hann alltaf með stelpuna sína upp á sviði, hann að móa og greiði stelpan veit aldrei hvernig hún á að vera. Og hún er alltaf bara gjörsamlega týnd, en mikil dúlla. Sástu viðbröðin hjá mömmuna líka í stúkunni? Já. Það var góð viðbröð, ég hugsaði bara svona þetta nákvæmlega viðbröðin hans mamma. Nei, já, meira bara nice. Nei, ég hef verið mikill Mackenzie Dern maður. Ég hugsa, ef ég myndi ekkert maður rekast á Mackenzie Dern, eitthvað þar, ég yrði starstruck. Og ég myndi elska, ég þarf að fá mynd. Þú myndi shoot your shot. Veistu hver kæristur hún er Mackenzie Dern er? Það er bara ekki einhver pulsa. Jú, það er svona UFC pulsa sko, en víst bara alveg... Ég hefði takið hann alveg. Ég hugsi takið hann sko, en hann er víst bara svona notoriously þekktur fyrir að berja menn sem er að reyna það sko. Já, hvað heitir hann? Ég man ekki nöfnin á öllum þessum pulsutegundum sko. En hann var í UFC og bara gat ekkert í UFC, var bara lélufætir. En bara svona PFL level gaur sko. En með við framistöðunum mína gegn Stefáni Fannari sko, þá held ég að ég geti tekið hann. Þannig að ég mun shoot my shot. Nice. 100%. Þannig að ef ég sé vírinu þá ger ég það saman. Já. Vinna náttúrulega geggjuð. Mér er svo geggjað að vera þú veist, þær voru að taka face-off og svo voru að flexa fyrir salin og eitthvað svona, þú veist, Virna eða eitthvað, þú veist, var að flexa fyrir fyrir crowdið, but still keeping one eye on Mackenzie Dern. Og mér var svo gott að þegar hún labbaði inn, volk á tvangið hennar, var I can see clear. Það passaði svo ógeðslega vel. Þú sé að hún hafa húmor fyrir sjálfum sér. Hlýtur það ekki að vera. Getur það verið tilhörn? Að vera með... I can see clear now. Já. Það hlýtur að vera. Ég var ekki búinn að tengja þetta saman. En svo voru einhverjum svona félagsfræði perrar sko, að segja að fólk með einhverjum svona fötlun eða eitthvað sem við myndum kalla sem stigma, skilur við, eins og hún með svona eitthvað, þú veist, hvað segir maður? Rangeigð, tilegð, eitthvað, að þau í svona varnarskyni byrja að gera grín af sjálfum sér áður en að aðrir gera grín af þeim, skilur við. Þetta er svona varnarelement. Og félagsfræðingar voru eitthvað svona, já, í svona leikvæði ljósið þess að þú ert að fara að gera grín, þá var hún ákveðið að gera grín af sjálfum sér til að sjá við þér og það var svona eitthvað, ekki gera við svona vondum kalli sem að lætur mig gera grín af þannig að þú gerir grín af sjálfum þér að þau eru svo hrættir mig. En við getum samt grín að því bara. En hún er flott. Já. Hún er flott. Hún stóð sig alveg vel sko, bara, þú veist, hún hefði mátt bara vera, þú veist, ég ætla bara að teika mig frá þessu karti. Bæði þessi bardagi og bardaginn hjá Volkov var með þetta. Ég er bara, þú verður að vera duglegur og valda skaða í toppstöðu. Það er ekki nóg að taka menn niður og halda þeim niðri. Nei. Dómarinn mun bara láta ykkur standa upp og þú veist. Og sínum bara, vendur niðri, verður bara fucking aktífur á bakinu og þú gætir unnið lótuna og þú vekkir á bakinu. Já. Og dómarinn mun hjálpa þér upp á endursum. Já. Sem ég er endur ekki að gera Nei, það verður ekki að gera neitt, skilur við. Nei, ég er samt á því bara eitthvað, þú veist, ef hinn getur ekki staðið, þá bara getur ekki staðið. Nei. Þannig að dómarinn er ekki skildsræðið.
Ég þoli heldur ekki þegar hann gauðra svona bakka af og svona, þú veist, ok, startu upp, en þú veist, tilbúin að stræka á ef það alltaf standu upp og dómarinn kemur svona, nei, býtu, leifum hennar standu upp. Þoli það ekki. Já. Þoli það ekki. Það vil frekast, þú veist, að hindra og einhvern veginn að passa sig að standa upp, þú veist, á réttan hátt og eitthvað. Dómarinn kemur alltaf inn á milli eitthvað, nú ætlum við að gefa henni smá tíma til að standa upp. Sko, ef að dómarinn ætlar að standa þá, þú veist, það getur ekki verið stræk á sama tíma. Ertu að meina það? Mér finnst bara stundum, þú veist, bakkar gaurinn sem í efri stöðunni og bara leyfir hinn að standa upp en samt, þú veist, er bara tilbúinn að bara pans og hinn passa og kemur dómarinn inn á milli og svona stoppa standandi gæðin svo sitjandi gæðin fá að standa upp í rólegheitum. Þolið það ekki. En, veist, en ef að gaurinn er að leyfa hann að standa upp og vill að hann standa upp hvað, af hverju? Flæðin í þetta, what? Já, en þú veist, hvað, bara leifa hann að standa upp og svo bara SÆK! Ég er ekki að leifa að standa upp. Já, þú er bara svona mest í staðinn upp og kemur hann með hælkið og pokkinn bróta. Mér finnst það eitthvað skrítið. Já, mér finnst bara dómar ekki að skipta þess að þessum. Já, en ef að gæinn er bara, ég vil að standa upp, þá finnst mér dómarinn með alveg bara, ok, ég ætla að leifa hann að standa upp. Ok, þá stíð ég bara hér, hann stendur upp og þú færir nákvæmlega það sem þú vildir. Já, þú vildi kannski bara fucking sparka í hann þegar hann var að reyna að standa upp. Já, bara í miðju, þú vilt bara að hann... Við erum bara ekki dómarinn sem fara hann á milli. Já. En þetta er punktur. Ég veit ekki alveg hversu samanlega ég er, eða svona. Ég er svona... Hvað segir Benni? Er hann ekki að hlusta? Herri, ég held að Benni hafi bara fattað að við varum ekki að tala við hann eða varum búin að tala hann. Og hann hafi bara klokkað sig út. En ég segi takk Benni og hann svaraði. Já, Benni er flottur. Hann verður bara að hlusta á Spotify útgáfuna og vonandi. Elskar hann okkur áfram. Geggjað, en sko, hver ætti að vera á næsti Challenger gegn Mackenzie Dern? Bara að vinna aftur. Bara run it back? Já, það er skerður. Sko, hérna... sko, punktur. En sko, meðan við það sem ég er að skoða UFC rankingsíðuna í strákvættinni, Virna Jandiroba var number 1 contender, Mackenzie Dern var í 15. sæti. Þannig að þú veist, það er nú eitthvað stelpa það inn á milli, sko. Já, Sjánan, Tatiana Suárez, Amanda Lemos, það er einhvern öfn á það, sko. En ég veit það ekki. Ég bara veit það ekki. Tabata Ricci, Lubi Godinez. Mér finnst þetta svona hæfileikalega séð, ansi þunn deild. Þetta er ekki spennandi, sko. Nei. En ég held að ég myndi gefa þetta á Jan Sjánan. Ég held að hún geti gert góða hluti. Hún stóði sig ágætlega á undir Weili Zhang. Stóði sig bara þokkalega. Þú minnir reyndar að Weili Zhang hafi svona rota hana en hún hafi svona eftir svona sloppi við það. Og það hafi ekki bara svona rotast dottið í gólfið og þá var rankað við sér og lóta hann búinn. Það var eitthvað þannig. Það er náttúrulega, Jan Sjánan náttúrulega vann Mackenzie Dern á sínum tíma, þannig að það geti verið skemmtilegu fæll að setja saman, sko. Já, ég geti gútið það, sko. En ég held að... Og Amanda Lemos vann líka Mackenzie Dern, það er annar fæll sem það setja saman. Ég var nú að tala um það fyrir nokkrum vikum að Amanda Lemos var bara leiðin að fara að gera raunin titlinum, sko. Og ég stend svo sem alveg við það. Ég meina, ég get alveg séð hana. Hún ætla að tapa á móti Tatiana Suárez sem er frá honum. Já, var það ekki eitthvað svona pínu, eitthvað iffi? Mér minni það. Ég satt mani, það eina sem ég mani eftir er að Tatiana Suárez, eftir að hún kom með þetta comeback, að ég hef ekki verið alveg seldur. Ég held nú að henni miklu betri. Já, hún er svolítið einhæf, sko. Þannig að þú veist, hún er bara wrestler og dissir ekkert út einhverjum brjálamikinn damage, sko. Þú veist, Amanda Lemos, þú veist, ég held að það sé bara fullt af stelpum þarna sem að gætu séð sér gott í glóðurinnar og gert allavega tilnum, sko. Ég held að sama hver að verður, þá held ég að Mackenzie Dern verði ekkert eitthvað bilaðstlegu favorite í þeim spæt, sko. Nei. Kannski einhver smá, en ég get alveg segja Amanda Lemos. Já, ég myndi ekkert stíla of margar titulvarnir á elsku Dern mína. Nei. En ef hún vill byrja með mér, að þá þá er það í boði. Þá er það í boði og ég skal standa betur við bakið á minni konu. Ekkert mál. Nei, segi svona. Herru, Úmar. Alltaf góður. Alltaf góður? Já. Nú maður veit á móti... Fyrir Bautista alveg. Já. Mér fannst Bautista alveg inn í þessu. Já, þú veist, hann var ekkert láta valta yfir sig, en mér fannst einhvern veginn aldrei ná einhvern veginn að mér finnst að Úmar er svolítið null út allt sem hann reyndi að gera, sko. Já, en þú veist, strike countið, sko, lent 81 á móti 33.
þannig að þú veist, þetta er alveg einstefna, þannig að var ekki eitthvað eitt svo mismunatæmt sem að, einhver hílhók eða eitthvað sem að Bautista reyndi? Ég geti verið að slá saman. Úmar með högum, hann átti þetta nýja bara bestu list. Já, einmitt. Þetta var alveg vesen, sko. Mér finnst það svona mest takeaway í þessum bardaga, að þú veist, það er ekki nóg bara að hitta einhver einu góð skot á hann. Nei. Það er bara ekki nóg. Nei, hann hefur sýnt það, sko. Hann er bæði sýnt það, skilur við, að hann er svona bara klippt og hann er með fokkin högu, sko. Þannig að þú veist, hann er alveg fokkar, sko. En hann er með skráð 11 takedown. Það er bara, þessi gæi er náttúrulega bara einhver vél, sko. Ég held að hann hafi haft gott á því að taka pásu í ár eða svo og koma svo tilbaka. Og koma tilbaka og þessi í rauninni snýta manni eins og Mario Bautista. Það er statement, sko. Já, alveg. Þú veist hvort hann fari aftur í Merab, veit það ekki. Já, það er ekki bara eina sem að, liggur það ekki bara beinast við það? Jú. Og mér finnst hann allan svona sá eini sem maður sér fram á að einhvern sensi Merab. Já. Ég þarf alveg að sammála því, sko. Ég var eiginlega að vona að Mario Bautista myndi bara vinna Úmar. Þá væri það bara, ok, hvað er það meira núna að gera með Mario Bautista? Það er svona eini gæinn sem á eftir að fá sénsinn á mótunum af þessum hættulegu bandamæti, sko. Þannig að ég var svona að vona að Mario Bautista myndi svolítið svona koma í gegn sem þessi Dark Horse bandamætarinnar, sko. Já. En svo er ekki. Nei, hann hefði gert það með þessum styrju, sko. En það er búið að staðfesta meira á móti Peter Yan. Jú, ég veit ekki hvað sem búið að staðfesta, en það var eitthvað talað þann daginn. Já. Meira sagði að Peter Yan var orðinvíslega góður og... Já, hann sagði viðtalinu eftir. Já. Sem er geggjað attitúd, sko. En sem er líka bara geggjað fætt, sko. Það samt ofta að menn segja eitthvað svona, já, mér Peter Yan góður, þú veist það sem þú meinar mér langar ekki að berast þú morgun fyrir. Er það ekki? Jú. Er það ekki yfirleitt þannig, einhver gaur að kalla út ekki obvious gæjan einhvern veginn. Já. Þó að Peter Yan alveg jafn mikið skili. Hann fær að gilda það líka. Já, svo sem. En svona, mér fannst það smá svona að kalla hann út en þegar hún var þú veist. Ég veit ekki hvað það fannst henni. Nei. Ég er náttúrulega að heita meira, sko. Ég get ekki beðið þannig Davíð. Í alvöru? Já, mér langar að sjá hvað innan, sko. Myndirðu ekki hleypa meira upp á þig? Nei. Skrítið. Það myndi ég ekki. Það er skrítið. En Sean O'Malley er samt ennþá í fyrsta sæti sem number 1 contender. Já, Sean O'Malley náttúrulega stóð sig best á móti meira líka af þeim öllum, sko. Ég verði alveg til að sjá hann bara fá sinn séns aftur. Nei, stóð Sean O'Malley sem betur á móti meira heldur en Úmar í fjölskyldi. Já, ég meina, þú veist, það voru ekki alveg einhver menn sem vildu meina að Sean O'Malley er bara tekið hann. Það var ekkert talað um það, sko. Ég man ekki nákvæmlega, en ég man að hann stóð sig vel á mótunum, sko. Já. Ekki svona í mínu minni, sko. En eins og ég oft sagt áður, sko, ég man ekki neitt lengur, sko, ég stæði alveg saman og... Svona er það þegar maður horfir á milljón bardaga í hverju einustu viku og það er erfitt að halda þessu inn í kollinum á sig, sko. Já, það er það svolítið, sko. En Sean O'Malley, fyrra skiptið, þá, þú veist, alltaf bara competitive fight við meira. Og í seinna skiptið, þá var hann alltaf kláraður. Það hefði verið öfugt, en það hefði fyrst verið kláraður, svo í seinna skiptið hann, þú veist, byrja í close fight. Það var kannski meira hægt að færa rauk fyrir, þú veist, trilogy-inni. Nei, ég veit ekki hvað ég gera með þér. Nei. Ég er til Peter Yan, sko. Ég ætla að vera Pete. Já, ég er til Peter Yan og svo Úmar. Ég er mjög spenntur fyrir Úmar. Og hann sagðist að vera mittur, eðlilega, í síðustu bardaga. Og virtist ekkert kunna glíma gegn Meira, en ég var til að sjá þann bardaga aftur. Og ef Meira vinnur, þú veist, vinnur Peter Yan, það væri geggja statement ef hann líka myndi bara kalla út Úmar. Og bara, já, þá var hann líka bara að snýta þessu til, bara algjörlega. En þú veist, að því að Meira er núna klárlega mest dominant bantamweight champ sem við fengið. Við vonum að diskutera á sínum tíma hvort það væri Aljamain Sterling, að þeir var alltaf vant á svona góðan bantamweight champ. Já, menn er búin núna upp á þessum tímapunkti menn búin að kalla Dominic Cruz þá. Já, þú veist. Já, svo. En jú, mér finnst hann alveg klálega besti bantamweight champion sem við höfum séð, sko. Já, ég myndi vera samanlega því. Og líka bara, veist, meira en það, þá finnst mér bara að vera mest dominant champion bara í UFC í dag, sko.
Meira? Já, ég þarf alveg að sammála því líka. Ég myndi ekki, ég ætla ekki að andmæla það, sko. 100%. Herru, við vorum aðeins að diskutera þetta, held ég, áðan. Já, Almeida. Já, Almeida móti Volkov. Þetta var off the record og meðan vorum að endurræða tölvuna og allt þetta dót. Já. Held ég alveg bóðið. En Alexander Volkov split decision á móti Jailton Almeida. Núna þetta er eiginlega pínu svona, er nóg að taka menn niður og halda þeim niðri? Eða... Já, nei, svarið er nei núna. Nú vitum við það. Mér finnst eiginlega fáránlegt að þeir gáfu Volkov þessa þriðju lótu af því að hann er bara tekið niður aftur og bara veit eitthvað hann að gera. Hann bara reynir að kýla bakinu eins mikið hann getur. Ég held að Almeida sig að hugsa, drullu saman með þessu sko. Bara, þú veist, hann ætlaði bara að ræta þetta út einhvern veginn. Hann hélt bara að hann væri að vinna bardagann svona. Það er líka svona sem kemur út inn á það að þú veist, það er svo mismunandi hvernig við skorum þessa bardaga. Að þú veist, Almeida heldur bara að ég er bara að vinna bardaga, svona vinn ég bardaga, það þau. Svo bara hingaði. Maður sá líka þegar voru að kveða upp úrskurðinn að Volkov leit ekki út eins og hann trúði að hann væri að fara að vinna bardaga, sko. Hann var bara jálfur. Já, ég upplifði það ekki þannig. Þegar sko, ég var að horfa á það og mér fannst Jailton Almeida bara ógeðslega lélegur. Hann er ógeðslega góður í takedownum sínum og þú veist, og með stjórn í gólfinu en hann bara gerði ekkert. Hann bara hýldi ekkert í gólfinu. Þú veist, hann bara gerði ekki nóg. Hann er með ekkert ground and pound. Hann tekur við niður og svo, þú veist, oft á tíðum fannst mér bara Volkov vera bara svona, bara gaur. Eitthvað bara, hvað það gera, skilur. En þú veist, mér varst Jailton Almeida, ég horfði á hann, ég bara, ertu ógeðslega heimskur í UFC. Og bara, veist, þetta er ekki MMA jitsal. Hann er bara svona að láta eins og hann sé bara í ykkur grapplingmóti þar sem hann má kýla þig. Og hann getur bara svona, já, mér er alveg sama, ég læt bara kýla mig en því að það hlæja því er dómarinn stöðu og ég tók mig niður. Og maður svona eitthvað, þú veist, nei. En hann er ógeðslega góður í takedownum, ógeðslega sterkur. En mér veist Volkov bara standa sig vel í að, þú veist, ramma á hann og búið til pláss, alltaf þegar hann gat búið til pláss. Og mér veist Volkov, mér veist Jailton Almeida ekki bera þess merki hann væri eitthvað svona high level svartbeltingur í jitsi og þú veist, og að Volkov væri í einhverju submission threati allan tíma, skilu. Þú veist, þetta var bara eitthvað svona, ok, þú tókst mér niður, fair game. Og hvað svo? Ekki neitt, ok, þá kýlið þið bara. Og það var svolítið, þú veist, það var svolítið lenskan, sko. Þetta var eiginlega bara hundlegilegt. Já, ég bara... Og Almeida hann bara köttaðir, mögulega. Já, mögulega, það var svona eitthvað sem segir það. Þetta var ekki mjög gott bara kvöld fyrir heavyweight division. Nei. Svo Barnett endaði á rassinum og... Já, en ef við fyrir í strikehandið, en það er sumt af þessi bara pick, skilur við. En Alexander Volkov er með 123 blendskot, sumt að það bara bóttstöðu og eitthvað. Jailton Almeida með 27. Þannig að þú veist, hann er vissulega með 7 takedowns en með 27 högg lent á, þú veist, 15 mínútur. Að meðan Volkov er með 123. Og rosa mikið af þessu eru hérna í síðustu lótunni á bækinu, sko. Þannig að, þú veist, allir dómarnir voru sammála að, þú veist, staðan var 1-1 komandi, þriðju lótu. Svo mikilvægt hvernig spórið þriðju lótu. Mér finnst það erfitt að horfa á þessu þriðju lótu alltaf að segja að Volkov er unnið þetta. Og það er líkandi að bækinu tekið niður aftur. Og, þú veist, högg er ekki að meiða það. Nei, en meiða meira heldur en engin högg. Já, en þú veist, það nokkuð takedown og, þú veist. Já. En ég hugsa sko ef það hefði komið eitthvað sko submission attempt eða bara smá ground and pound, eitthvað smá ground and pound, já. Smá vinsla, smá submission attempt, eitthvað. Þú veist, þeir báðir skáðu með 0 submission attempt. Bara, þú veist hvað ætlar það að fara eftir? Ég var með þetta spá, þú veist, er Volkov svona góður að halda hann frá því að advansa stöðuna sína eða er hann bara ekki að reyna neitt, fattar ég? Bara hann gerir, veist, Volkov gerði vel í að búa til pláss. Það veist, alltaf þegar Almeida gerði eitthvað svona sprengiheimingu og ætlaði að færa sig áfram. Þá var Volkov bara ógeðslega duglegur að færa meðbindar sínar og freyma á hann. Þannig að bara hann hélt honum vel í burtu, sko. Hann gerði margt mjög vel. Svo líka bara Volkov bara með ógeðslega langar ramma. Já, ekki það. En þannig að, þú veist, hvort vegu meira
123 högg eða 7 takedown. Svona, ég ekkert brjálaður yfir því að þessi 123 högg hafi verið meira, gefið að við erum að díla við damage is the number one criteria og hver tók meiri damage. Það svona... Já, mér er bara það peningar. Já, máttu ekki láta það lita þig mikið? Nei, ég veit það. Þetta var bara, hundlega bara það, skjálfðunum með þetta, ég er bara einhvern veginn, þú veist, ég er búinn að horfa á hann svolítið sem smá svona dark horse í heavyweight. Já. En nei, ekki lengur. Já, þú veist, hann hefur verið svona dark horse, en klárlega, þú veist, það var alltaf þak, skilur, maður skynjaði alveg, skilur, það væri alveg svona þak á honum, sko. Já. Af því að hann er svo mikill pjúra jitsari, sko. En, ógeðslega góð. Asamad Musakanov power jabbaði Alexander Rakic. Ég var eitthvað svona, því ég setti Musakanov á parnið mitt og svo var ég eitthvað svona, vitinu við, er ég að rugla saman hver Musakanov er? Og hann er svona, þetta er svona bumbukall, skilur hann er með smá fluff og Alexander Rakic er bara ógeðslega stór ramma og svo mikill bara köttaður og eitthvað og ég bara, fuck, ég fokkaði það maður. En Musakanov er svo, hann er svo góður á fremri hendinni, þú veist, hann skiptir stansist og er bara, þú veist, það er svo mikið power í fremri hendinni einhvern veginn. En ég er bara, það sem að basically bara slæðir Rakic niður og er bara klára bardagann, er bara eitthvað power jab af hægri minni. Og tímast þetta bara geðveitt vel og þetta er bara ógeðslega flinkur boxari, Musakanov. Og þetta var bara money well placed. Já. Hann vann mig alveg yfir á sitt band. Já, ég var með Rakic by decision. Já. Færðu aldrei leið að því ég hafa rátt fyrir þér? Hvernig, tipplega segja, hvernig varst í tippinu helgin? Ekki nokkuð þá. Ekki nokkuð? Tapaði þetta. Já. Bara fór hún í fokki og... Já, nei, ég tapaði rosa mikið sko helgina þar á undan. Þar tapaði ég bara einhvern 100 skalli sko. Þannig að ég var svona aðeins þessa helgina en ég hefur alveg eitt kannski 10.000 skall eða eitthvað í einhver bet sem fór bara í varsins sko. En næsta helgi, það verður mín helgi. Leiðin til að gera þetta er að vera ekki að gera parlays. Við vitum báðir að gera singles. Það er bara ekki, þú veist, við erum action heroes. Þú veist, við vinnum action. Þess vegna gerum við þetta. Gaman að þessu, en það var nú eitt annað sem að gerist á þessu kvöldi. Mest scary knockout bara ársins. Já, var það ekki þarna Ástralíu? Quillan Salkild á móti Nasrat Haqparast, hann bara bokkin sköplung í gagnu við það bara. Já, og hann braut allir fótinn við það sko. Shit, í alveg? Já, og líka bara hvernig Haqparast datt í gólfið. Bara gjörsamlega steinrótaði, bara Shadow Realm og þú veist, hann var sofandi í svona 2 mínútur sko. Það tók mjög langan tíma að vekja hann sko. Þetta var bara scary sko, þetta var eitt af þeim momentum sem maður er bara einhvern veginn með hjarta í buxunum, maður veit ekki hvort það gæði sig bara fucking down. Sko, Haqparast verður ekki sami maður komandi tilbaka eftir þetta. Og þetta er bara eitthvað sem maður þurfti svona follow up á sko, en þetta var ekkert eðlilega scary moment sko. Þetta var bara shit sko, þetta var bara, það ættu verið allir að kíkja á samfélagsmiðlana. Maður færst svona, þú veist, þessi íþrótt, brútal íþrótt, en yfirleitt bara horfum maður á þetta og bara geggjað einhver rótaðir eða eitthvað. Stundum fær maður svona illt í hjartað. Þetta var one of those moments sko, sem maður er bara holy shit. Já, maður bara fann til með fjölskylduna og svo börnum og maður bara, damn, ég er ekki hissa ef Haqparast væri bara, ég er bara hættur að berjast. Ég er bara, fuck this. En ef að Quillan brautar sér sköflunginu við þetta, er ekki líkur á einhverju höfuðkúpubroti eða eitthvað hjá Haqparast? Ég var ekki hissa sko, þetta var rosalegt. En hann fær performance of the night bonus. 50k baby! Ludovin Klein fær líka performance of, fight of the night. Það var svaka fight sko. Já, ég misti honum. Og fucking Walter Walker með 4. heel-hookinn í röð. Er þetta bara eitthvað cheat code fyrir þessa heavyweightin? Já, ég held það. Ég bara, þú veist, hvernig verður þetta núna ef hann fyrir næsta barna og bara, þú veist,
Þú veist hvað hann er að fara að gera. Það vita allir hvað hann er að fara að gera. Sástu ekki mínir sem ég postaði á stóriði hjá okkur. Og það einu fætturinn sem make a sense, það var svona MMA fætturinn sem ekki með lappir. Það var svona eina sem make a sense at this point. Já, það myndi make a sense. En það var eitthvað beef milli Walter Walker og Hamdi. Hamdi? Já, hann kallaði hann Chocolate Pepper... Nei, hann kallaði Barnett Chocolate Pepper Pig. Já. Hann er bara að berja sem eitthvað Chocolate Pepper Pig. Já, það er fyndið. Það er mjög vel. En já, þeir þeir eru báðir þeir eru báðir búin að segjast að vonast eftir að fá fight á einhverju ákveðnu karti. Ég man ekki hvort það var maður sem Square Garden kartið eða hvort það var eitthvað annað kart. Var eitthvað annað með mig? Jú, það var eitthvað annað. Hvort það var eitthvað annað svona miðausturlenskt kart sem að þeir hafa báðir sýnt áhuga. Þannig að bara liggur beinast að para á saman. Já. Og ég held hann hýldi út í þann gæði, sko, Hamdi. Já, Hamdi var alltaf mjög peppar. Þannig að ég held að Hamdi væri bara, nei, já, hann sagði að hann myndi bara wrestlefokka Walter Walker og hann væri að hýlúka alla þessu gaura af því að þeir kynni ekki að glíma á eitthvað sem eiginlega sé alveg satt, sko. Ég er mjög hissa ef að hann hýlúkar Hamdi sem er einhver high level wrestler, sko. En high level wrestler er samt ekki það sama á high level jiu-jitsu, sko. Nei, en kannski nógu high level til að ekki hýlúka þér vinstri hægri. Það sagði ekki hýlúkinn á bóknum. Jú, það finnst svona hægt. Gerum það ekki svona oftast. Svona, letum við þetta og tökum bótstuðuna. Ekki með Walter Walker, hann er bara eitthvað með standandi með baki og bodylokk, hann bara hægri því ég ætla bara að ferja í fótinn. Já. Eins og hann gerir síðast, sko. Já, en þú svona... Hann getur gert það bara út hvaða stöðu sem er, sko. Já, en þá hann tekur bótstuðuna, basically. Hann fór þetta position í hleytifæði til þess að sækja hælinn. Grey Louis Sutherland. Já, Grey Louis Sutherland. Herru, ég var búinn hissa sko yfir Nathaniel Wood og Jose Delgado. Þegar ég horfði á þetta, þá fannst mér svona að Delgado væri að vinna barðaðan. Já, sko... Já, mér fannst allan bara jafn barðaði, sko. Og mér fannst Jose Delgado eiga alveg sín moment, bara mjög flott moment í þessum barðaði, sko. Ég var svona smá á þessum tímapunkti, var ég smá að horfa á United-leikinn á saman tíma, sko. Já. Ég er ekki alveg með neitt expert opinion á þessu. Nei. En það var góð fight, sko. Já. Nathaniel Wood, hann er svo oft underdog. Já. Og svo vinnur hann alltaf þegar hann er underdog. Já. Og mjög nált ég var að klára hann í fyrstu lótu. Vann sér vel tilbaka. Dómarinn var bara, gotta move Nathaniel. Gotta move. Og bara vinnur sér vel tilbaka. En fucking ramminn á Jose Delgado. Ég held að minni hvaða barðaði sem hann tekur eftir þetta. Ég mögulega, lækku hlutabréfin hans aðeins í verði eftir þetta. Og ég svona vona að, allan að veðbáknir. Það var bara betri stuður. Já, það var betri stuður, skiljum. En, bara take nothing away, sko, frá Jose Delgado. Það er fucking geggjað, sko. Það er fyrsti fight á kartinu, vinkonu þín, Jacqueline Amorim, hún tapar hann á móti Mizuki Inoue. Já. Þetta er spennandi gella, þessi japanska, Mizuki. Já, ég var hissað hana. Já, Amorim, ég var svona bara sína lélegt fight IQ, hún var bara að púla gard og eitthvað. Já. Þú veist, bara, og Mizuki er bara fucking kröftur, sko, já, með bara Amorim, ég var með penning á hana líka, sko. Já, þetta er alveg vandamálið með, sko, þetta jits-fólk. Talandi jits-fólk, vissir þú að Benny Boxeri? Já, hann byrjaði að hafa jits. Já, Benny Bubba. Hann er Hann er komin upp í síðan. Já, og ef hann er 90 kíló, þá er hann bara í plus 85 kíló flokki. Já. Með að vera ekki á gópinn, eins og það var. Já, ég held að sé svolítið svona, með smá svona off-season weight á sig, sko. Já. Þess að hann verður fljótið niður í 80, sko. Já. 75 jafnvel. 75 er hann flokkurinn sem hann er búinn að vera kætið, sko. Já, af því að hann virkar ekkert. Ég sá hann daginn, hann virkar ekkert svona feitur, skilur við. Nei. Ég held að sé bara eitthvað svona þungt í hann á pund. Það er eitthvað íþróttamaður, já. 100%. Gaman að því. Ætli við getum ekki bara sagt skilið við UFC 321. Jú. Mjög skemmtilegt kart. Og mæli með að fólk renni yfir allt að helsta. Eigum við eitthvað að kynna sigurvegarana í hverjum flokki í Reykjavík Open? Já, það er ekki bra. Jú, það er ekki bra. Ég treysti þig fyrir henni. Já, Jón Kristoffer Fast. Sigurði, plus 2 ár, mínus 85 kíló. Nei, herru, mínus 2 ár, mínus 70 kíló, það er Floki.
Flóki Halldórsson frá Mjölni, sigraði Daniel Egilsson. Það er nýtt rautt ljón. Við höfum alltaf kallað Ara Bíring rauða ljónið, en there's a new red lion on the block. Herru, mínus 85 kíló, mínus 2 ár, það var Vitaly Korczak sem að sigraði Baltasar Diljan. Nei, í finals, basically. Það hefði verið svona semi-finals. Bardagi, Baltasar Diljan náttúrulega nýkominn frá ADCC Open. Ég held að hann hefði byrjað að keppt í byrjandaflokki. Hann og Jón Frank fóru saman á þessu. Vítali náttúrulega í undirbúning fyrir gæsi fænda. Já, nefnilega. Smá spurningamerki við það að Vítali sé skráður í mínus 2 ára flokkin. Já. Já. Við erum kannski miklu Reykjavík menn, en við setjum spurningamerki við svona hluti. Já. En Vítali var eitthvað svona... Nei, hann var bara wrestler, jiu-jitsu wrestler, það eitthvað... Já, hann gerir greinarmun þar á, sko. Og hann segir bara, ég bara búinn að vera að glíma í 1 ár. Ég bara búinn að jitsa í 1 ár. Og maður svona, samt eiginlega búinn að vera að glíma sem var 5 ár, sko. Þannig að ég skil, það var nú einhverjir á mótinu sem voru eitthvað svona, hei, hvað er að gerast hérna? Skil báða liðar. Þegar, þú veist, ég fór persónulega í plus 2 ár. Já. Og svo er Vítali eitthvað, nei, tek neðri flokkin. Og svona, herði, viti minn. Þú veist, slakað á. Herru, mínus 2 ár, plus 85 kíló, það er Ari Jónsson sem frá Reykjavík sem að sigraði Róman Korczak sem er litli bróðir hans, Vítali Korczak. Já, Ari Auðun. Já. 100% hann. Róman er hvað, hann sé ekki orðinn 16 ára. Já. Ógeðslega mikið unit. Já. En svona þegar ég skoða hverju voru í þessum mínusflokki, þá hefði ég nú kannski betur átt heima þar. Ég var eitthvað svona, já, ég er nú búinn að æfa í 2 ár og 3 vikur. Eða eitthvað, þú veist. Þannig að já, best að ég fari hérna í plus 2 ár. Ég veit að það er alltaf svindla á svona, þegar það er móti eitthvað plus mínus 2 ár, sko. Já. Það er svindla svo grimmt á þessu, sko. Það er svindla allir. Þetta er svona þegar ég barðist í fyrst skipti þarna Interklubinu. Og ég var svona, já, ég er bara að æfa í mánuð. Mætti einhvern gæja með sko 3 ára Muay Thai reynslu. Að hann er eitthvað, já, ég er svo bara að æfa MMA í 4 mánuði. Og ég bara, já, þú er svo með 3 ár í Muay Thai, skilu. Bara gaur. Herru, plus 2 ár, mínus 85 kíló af flokkur. Þar er hann Stefán Fannar. Já, hárprúði Mjölnis dólgurinn sem að sigraði Sindra Dag Sigurðsson frá Mjölni, einnig. En honorable mention af þeim flokki. Já, það er ég. Þetta var ógeðslega erfiður flokkur. Þú veist, það eru alvöru fokkarar í þessum flokki. Þú veist, Jón Frank er þarna, þess að hann ætlaði að vera í mínus 70 kílóum, en hann bara svona bæti fólk og vann þann flokk. Já. Jón Frank er mikill toppsakur, spjallan þess við hann. Það er mjög gaman á hann. Og Marek Korczika, held ég að sé að byrja rétt fram. Ég skil ekki hvernig þessi gæi er mínus 85 kíló, en algjör fokker, pólskur fokker frá Mjölni líka. En það er Stefán Fannar sem tekur gullið hana. Og svo var held ég engin heavyweight flokkur í plus 2 árum. Ég held að það bara verið þessi eini. Það er kannski svolítið málið. Já, það var líklega málið. Í kvennaflokki plus 2 ár, 65 kíló plus, þar voru bara 2 numur. Sara Locatelli á móti Dami. En það fór 2-1 fyrir Söru gegn Dami. Í bara frekar skemmtilega viðuregn. Hérna er, á smúðkominu, kallaflokkur, plus 85, auðvitað var flokkur með þær. Það er Egill Blöndal frá Selfossi sem að sigraði Eggert Jaffer frá Mjölni. En Hrói, vinur 50 Londonar, hann var í þessum flokki, áttu nokkur góða glímur. En ég held að það fokki bara enginn í Blöndalnum, sko. Blöndal er alltaf bara ógeðslega góður glímumaður. Það var ekki hægt að eiga með það. Það er einhver það er verið að kommenta hérna á spjaldinu, spyrja hvort við ætlum að fjalla bikarmótið kónga og drottninga. Mættum hvorugir, enda, já, eitthvað vesen.
En þetta var svo sem allt Reykjavík Open mótið, við erum kannski búin að rappa því svolítið upp sko, fórum aðeins yfir það í byrjun þáttarins, en ógeðslega skemmtilegt mót, þetta er submission only mót, þannig að það er engin stig, ef þú klárar alla lótuna, þú veist, ef að tíminn rennur út, að það er bara farið í, þú veist, erfiða stöður, bara annarkvort backtake eða spiderweb og það er bara tekinn tími. Stöðum death, smá. Já, og ef þú tapar, þá ertu skotin. En hérna, það var svona frekar skemmtilegt, sko. Þetta er bara, þú veist, hvetur menn til að finna söppið og hérna, og svo er bara bráðabanni, þar sem þú bara komin með bara, þú veist, armballan eða eitthvað, bara nánast læst hann inn, eða búin að gefa bakið og sætisbelti. Þetta er snemt að byrja bara í armball. Já, þú ert í spiderweb, skilur við, hann er komin í svona síðasta, það er eitt skref eftir. Já, hann ætti bara að píla hendina. Já, þú ætti bara að píla hendina eða hinn er að sleppa. Þetta er svona, já, þetta er svona neyðardót, sko. Mjög skemmtilegt, hérna, hvet alla taka þátt. Af því að ég tapa öllum glímum á stigum. Og er bara svona þrjóskur við að tapa. Hentar mér bara ógeðslega vel. Ef að ræða aðeins hérna mótið sem fór fram í byggamótið, Kónga og drottningadagurinn í HFH. Smá feil að það voru engir kóngar eða drottningar til að keppa þessa titla. Já, það er pínu feil. En við fengum góða bardaga. Fengum Benedikt Gylfa á móti Bjarna Ottós og svo Hildi á móti Marján. Rauðavík? Minni það. Frá HFR? Nei, ég er ekki alveg með það hreinu. Af því að við vorum ekki það. Geggjuð fréttamennska. Geggjuð fréttamennska, svo besta í bænum. Við erum svo heppnir að það sé engin samgefnsaðili, sko. Það er bara, sítt, sko, ég get bara mætt hérna með lafandi eyru og krullað skott, sko. Og bara Doritos-duftið á puttunum. Í goth-klæðnaðinum. Goth-klæðnaðinum. Og það er enginn að fara að segja að það sé ekki besti bardagafréttamaður landsins. En það voru allan að hérna... Það var svo ekki einhver þriði bardagi líka? Jú, það voru einhverjum sýningabardagar. En krútt múrsluparið, Benni og Hildur, þau svona hérna... Ég held uppi Hafnarfjarðar hana. Já. Má alveg segja það. En ég held að þetta hafi verið bara basically HFH á móti HFR. Held ég på þið. En Benni sendi þér bardagann sinni, það ekki? Sendi okkur. Já, inn á Instagramið. Instagram.lóðnar. Já, við viljum að horfa á það. Já. Þú lést mig ekkert við það? Nei, sorry. Ég held bara að þú myndi sjá það. Jó, ég ætla að horfa á það, svo bara hafði ég ekki tíma fyrir það, sko. Ég skil þig. En ég ætla að horfa á það, ég er spenntur að sjá það, sko. Já, en fór þannig að Benni slæðir niður, það er dramatík í kringum hérna. Ok. Megum við uppljóstra dramatíkina? Já, Sko, það er hérna... Gerst það bara beint úr kottahjálunum með Arnar, eða? Gummi og Bragi voru annar bardaginn. Já, aðri bardaginn. Geggjaða bardaginn, segir Benni á tjatinu. Treystum honum. En það var svona eitthvað smá skandal í kringum þetta. Að því að, sko, Benni slæðir niður Bjarni Ottós. Bjarni Ottós er sjáanlega mankaður. Og nema Bjarni Ottós er bara Bjarni Ottós, skilur. Bjarni Ottós bara dishjar út höggum, skilur. Hann er bara pure boxari, dishjar út höggum. En er bara rosalega wobbly allan tíma, skilur. Hann er hægur að fara í hótnin sitt, milli lofna. Eitthvað sagði að hann hefði svona varla ratað, skilur. Og það eru svona flestir svona af hverju er ekki búið að stoppa hana bara. Veist, af hverju er dómarinn ekki búin að segja bara, herðu, þú ert ekki hérna bara nógu heill til að halda á hann. Þannig að það varði eitthvað svona diskutering af hverju hringdómarinn hafði ekki stoppað. Gummi sem er held ég aðaldómari á mótinu var held ég Gummi eða Sævar kannski. Svona hneykslaður yfir því að hringdómarinn hafi ekki hérna stoppað þetta. Hver er hringdómarinn? Jón held ég. Ekki meðurinn. Besta blaðamannskeiðbærin. En þannig að held ég að það verið bótt verið Sævar sem er eitthvað svona reiður yfir því að hringdómarinn hafi ekki stoppað þetta. Og þá er á sama tíma eitthvað svona, herðu, af hverju ef hann er svona að sjá dómarana, af hverju hann ekki bara gefa skipun að stoppa þetta. Svo líka spurningum hvort að læknirinn hefði getað stigið inn og stoppað þetta, eða hvort að hornið hans hornið hans Bjarna hefði getað bara kastað inn handklæðinu, skilur við. En með við hvað eru margir sem hefðu getað svona stoppað bardagann, að það var svona kannski pínu skrítið af hverju bardagann var ekki stöðvaður, gefið hversu
hversu illa Bjarni Óttós virtist vera, hversu illa hann farinn var, skilur við, eftir viðregnuna sína gegn Ben. Þannig að það var svona eitthvað svona pínur svona svartur blettur á þessum barða. En Bjarni endaði vist bara með mikinn heilarhristing, skuttla honum heim. Einhver fugl sagði að hann væri frá í vinnu. Og þetta hefði bara verið bara það slæmt, skilur við. Því að 90 kíló, bara heavyweight Benni ekkert djók, skilur við. Þannig að það svona sagan sem ég heyrði, sko. Eitthvað sem maður þarf að skoða í Big Ben Power. Big Ben. Er það nýja nikkið hans, eða? Nei, það. Jú. Hann verður svona famous landmark. Já, greið Bjarni maður. Já, leiðilegt. Já. En þú veist, svo held ég að hann náttúrulega bara úrskurðar það með heilarhristing og hann má þó held ég ekki keppa á Icebox eða eitthvað svoleiðis, skilur við, ef menn voru að gera sér draum það. Þannig að það var engin Bjarni Óttós á Icebox. Þannig að menn voru að gera sér drauma að fá kannski Bjarni Óttós á móti Elmari Icebox. Það var það ekki að gerast, sko. Það var náttúrulega bara að setja saman Elmar móti Ísaki. Það bara báðið sem það að setja saman, sko. Já. Vistu hvað það sé búið að setja saman eitthvað? Fyrir Icebox? Já. Ég veit ekki, Davíð heldur spilunum svo þétt að þessu, sko. Já, hann spila svo tætt, maður. Hann er leiðilegur pókerspilar. Spila tætt. En við erum að fá þau. Já. Var ekki eitthvað bara að ráða því ykkur að vinna í kringum Icebox? Jú. Já, ok, og ekkert meira, ekkert... Já, ég myndi að með Gapp og... Já, ætlaði að vera með 3 manna lýsingarteim. Já, er það eitthvað nýtt? Já, það fannst ég að vera með svo mikið fróðlegsmála, sko, að ég var ómissandi partur í þetta. Að þú væri með svo mikið fróðlegsmála? Já, það gefur einhver af mín sterkinn. Ert þú einhverjur? Þú talar átt það aldrei þessi einhverjur þegar ég gef með fróðlegsmála. Ha, ég hef aldrei sagt það. Jú, þú segir mjög ofta eitthvað, stundum held ég þessi einhverjur. Þegar ég kem með eitthvað svona, já, keppt hann ekki móti þessum og þessum móti og það fór svona eitthvað. Jú. Þú eitthvað svona, stundum held ég þessi einhverjur. Já, það getur verið rétt, já. Það borgar sig. Já, maður. Borgar sig geð mikið, einhverju á styrar er bara það besta sem þú færði í þessum heimi, sko. Það var geðvögt. En á þessu, þetta var alltaf opnunarhátíð, HFH, en Benni segir að Gummi Bragi hafi líka verið geggjað barndagi. Og Kristján Lofts mann held ég bara sem barndagi mjög samfærandi. Sem að ég bara ekkert þessu. Nei. Já, var til að sjá hana á Icebox. Ég er mér langar bara að sjá hana og Erik aftur, sko. Já. Ég veit að það er rosalega margir sem eitthvað, það er búin að byrja svo oft og eitthvað, en ég bara berjast aftur. Er það búin að berjast í Elite, eða? Það er ekki bara berjast í Elite? Jú, berjast það ekki síðast í Elite. Var það Elite? Já, ég ætla ekki að hengja mig upp á það, sko, en ég held það. Já. Nú erum við að falla þetta einhvern í chatinu, myndu kannski fact-checka þetta. Já, kannski kærastar annar. Já, það er geðveikt ef Kristín Loft ætti kærasta og hann myndi svona hanga í chatinu svona og skrifa svona meldingu til mín alltaf. Það var geðveikt, það var ég mjög glaður með það. En ég held að síðasta viðureign hafi verið. Herru, það ræktist bara, það var ekki Elite. Það var ekki Elite? Nei. Það er nú á millega. Já. Við erum ekkert að tellja þess að barna bara það með, sko. Nei, þú veist, það var bara eitthvað babyweight, skilur. Ég vil fá 90 kílóa Hildi á móti 90 kílóa Eriku, Elite og bara hasi að út. Hildur er náttúrulega bara hún fokkar, skilur. Og þú veist. Það er ekki að koma til landsins. Já, eftir dvöl sína ekki staðar úti. Já. Hún lítur að koma til landsins, ég sá eitthvað snjóvídeó af henni. Já, hún lítur að koma til landsins. Icebox, sko. Nei, Icebox. Sástu hún komið. Það er 1000 followers á Instagram. Já. Hún svakaði. Hvað er hún að gera sem við erum ekki að gera? Svona. Nennir þú að vera að dansa á TikTok? Já. Ég finnst að þú dýpa meira í að gera svona TikTok-dansa. Þú ert meira svona pulsu át á bensinstöðu gæi? Já. En ég held að þú getur komið sterkur inn í þetta. Já. Að gera eitthvað. Ég fatt ekki alveg þessa nýju kynnslu svona Instagram-contentu þeirra. Það er bara eitthvað svona setning og svo bara eitthvað svona segja þessu fyrir aftan. Það er ekki búið og bara og ég er svona kommenta. Já. Það er þetta málið sem þú viljið fá fólk að kommenta. Já, það er klárlega málið, sko. Þau vilja fá fólk til að kommenta. Ég hugsa, ef þú færir í einhver nærföt, setur eina setningu skjáinn, bara hear me out, sko. Þú ferð í einhver nærföt, ég skal velja fyrir þig, engin valkvíði. Svo dansar þú eitthvað svona aðeins á skjánum og við setjum eitthvað svona
hver besti female boxari á Íslandi eða eitthvað. Og svo dansar þú eitthvað svona. Ég held að fullt af fólki myndi kommenta. Já, við erum flott. Já. Það er komið 100 followers. Já, nákvæmlega. Einir sem þurfti bara þú á nærfjöndum. Shit maður, þetta er easy. Ég fíla það. En þannig að þetta var skemmt. Ég óska HFH til hamingju með nýja húsnæðið sitt. Það lúkkar geðveikt. Bara, þú veist, það er eitthvað skrifstofurými þarna, þetta er eitthvað 2 hæða dæmi. Ég hugsaði þetta sko að þegar maður hefur farið inn í HR, þannig að Kringlu, og maður er svona ok, þetta er geðveikt æfingasvæði. Ég held að HFH sé með pláss fyrir 2 hringi og bara þeir eru með eitthvað skrifstofu, eitthvað aðstöðu upp á einhverju efri hæð og þetta er eitthvað ruggflott hjá þeim sko. Það er bara geðveikt. Og þú veist, Daði er kominn, tók við sem aðalþjálfari. Það er huge. Það er huge, þú veist, það bara, Daði er örugglega bara besti þjálfari á landinu. Þetta er huge. Ég verði að kasta kveðja að sé. Nú? Þeir voru valdir nefnilega lið ársins. Já. Hver valdi þá sem nefnilega lið ársins? Það var gefið það á. Já. Fengur eitthvað svona liðabikar, þau eru besta áhugur. Já. Sem lið? Ok, klikkað. Til hamingju með APC. Og þeir náttúrulega fengu einhverja bikarpunga til að bæta fólk af því að, þú veist, einir bikarmeistararnir gáðu ekki kosta sér á það mót, þannig að þú veist, það var Stefán Maríu og Arney ekki komum okkur það. Fengu bara bikarpunga til sjálfkrafa. Já, ok, ég skil. Er ekki bara auðvitað að velja besta liði sem bara, þú veist, þeir sem fengu flesta titla? Jú, ábyggilega, það. Já. Það væri sanngjarnt. En það er eitthvað djöfull stemning þarna niðri í FPC sko. Já, það er bókina. Já, hvað er langt síðan þú mættir á æfingu? Það er svona. Hvað er langt síðan þú lyftir eftir Níko-planinu? Eftir Níko-planinu? Er það gullið? Já, sko, ég þóra náttúrulega ekki að viðurkenna það sko, en ég er búinn að vera svolítið slagur sko. En það er bara því ég er búinn að glíma svo mikið sko. Ég er að glíma kannski svona, ég er að reyna á svona 5 sinnum í viku. En það verður erfitt núna fyrst að ég er í 2 vinnum og... Ég var að koma aftur gaman, ég er bara ennþá fokkin illt í hendinni, en það er Anton sem á sparka henni. Í alvörunni? Ég get ekki postað, sko, almennilega. Getur ekki sendt post? Nei. Tjóðið. Veitu, hvað, ertu bara, þarftu að fara í eitthvað MRI eða eitthvað? Ég veit það ekki, nei. Ég er bara vonandi að fara að lagast eitthvað, en þetta er bara, úrliðurinn minn er bara voða veikur. Damn. Ég er enda alveg svona pínu í hægri hendinni sko. Alltaf Herru, flest allir í VPC-liðinu keppa næstu helgi í King of the Ring. Já, og bara fullt af fleiri sko. Það er enda bara, HR er bara líka og alls konar sko. Hvað er King of the Ring? Í Svíþjóð. Já, það er þarna Golden Girl. Það er ekki Golden Girl. Nei, þú veist, það er King of the Ring er Golden Girl fyrir stráka. Já. Já, þetta er bara stærsta mót, þetta er bara í Svíþjóð eða eitthvað, sko. Þetta er allavega, þú veist, mót sem að bara flest lið hérna heima stefna frá átt. Já. Einmitt. Ég var bara að gleyma þessu. Það er hjút mót, sko. Við ætlar en HFH, allt er ekkert á... Sko, HFH, búið verið eitthvað innægt yfir því. Þeir voru ekki bara á bikarmótinu eða hvað? Jú, voru með Sindra. Já. Það er svona þriðumferð, það var engin. En mótum fári. Já, það var eitthvað skipt húsnæði. Já, það verður eitthvað vissin það. En já, þannig að VPC er á leiðinni á King of the Ring, örugglega HR líka. Davíð er núna alltaf mjög duglegur að fara með sínum menn út. Ég sá allan að William, hann var líka að posta það, nokkuð dagar í King of the Ring. Ok, það er ógeðslega. Já, mér hlakka mjög til að við getum fara að senda annarkvæmt okkar á svona mót. Ég veit. Líka bara það hefur geggja að senda mann og það og Já, það verður klíka. Geggjað. Herðu, ef að færa okkur yfir í næsta. Ef að snert á djöfull bara líður tíminn hratt maður. Já. Það er svo gaman að vera með þátt eða Benni í chatinu. Herðu, það er UFC Garcia á móti Onama næstu helgi. Ég hef sko enga tilfinningu fyrir sem bara. Sko, Stíg Garcia well-rounded. Báður á góðu rönni.
og báða hættulega gaurar. Mér finnst Steve Garcia svona meiri hundur. Og ég held að muni skila honum sigri í þessu bardaga. En ég veit ekki, ég þekki Steve Garcia bara sem svolítið svona hund og við finnst David Onama bara vel-rounded, þannig ég veit ekki hvort það sé mögulega, kannski einhver tækifæri fyrir David Onama að taka þetta í klínuna. En, þú veist, þeir eru báðir meiri strækjarar held ég og ég held að þessi hundur í Steve Garcia muni koma ná langt í þessum fætt, sko. Já, ég man bara síðast ég horfði á Steve Garcia að berjast. Það var ég bara djöfisins fucking ramm. Bara, þú veist, svona líkamlegt holdgerfi bara, það var rosalegt, sko. Þannig ég þarf alveg að sammála þér, sko. Ég hallast til að Steve Garcia í þessu bardaga. Það er bara flottur önni, góð nöfn sem hann búið að segja undanfarið, sko. Já, ég er ekki tilbúið með einhverja bardagagreiningu, sko. En ég myndi svona í fljótu bragði gefa þetta á Steve Garcia. Ég pínu hissa að Cedric Dumas mætti svona snemma í búrið eftir að hafa týnt eistónum sínum. Já, og komandi Dante Johnson. Undefeated gæja, sko, þú veist, Cedric Dumas, það er 3,4 á hann minna Coolbet, sko. Já. Hann er að fara einhvern erfiðan bardaga og mögulega ekki meistur. Já, nákvæmlega, og með að við skilju hvað hann hefur verið í miklu rugli. Cedric Dumas, hann tekinn 27 sinnum, bara á spítala, verið að grafa eftir eistónum hans, borin út. Og það bara endalist þessu náma, sko. Ég bara sé ekki fyrir mér að þetta sé bara enda vel fyrir hún, sko. Þannig að ég bara fara þarna fyrir paycheckinn, sko. Já, það sé ekki bara safna fyrir málskostnaði eða eitthvað. Jú, potið, sko, bara endalist kærum á honum og eitthvað. Herri, Jeremiah Wells er að fara að mæta Themba Karimbo. Jeremiah Wells átti framistöðu fyrir svolítið síðan, sem að hækkuðu hlutabréfin hans rosalega, en hann hefur engur skilað svolítið eftir það, sko. Þannig ég sé mér svolítið leik á borði með Themba Karimbo, 1,78. Þannig að ég er ekkert mikill Karimbo maður, sko. En Jeremiah Wells er þetta er welterweight og Jeremiah Wells er alveg orðinn 38. Á móti þú veist Themba Karimbo sem er svona 34. Ætti að vera svolítið svona að toppa núna, sko. Þú veist, tapað fyrir Vincent Luque 2004. Þetta er lélugur Vincent Luque en þetta er ekkert slæmt tap þannig að sko. Miðað við sigurana sem hann er með. Jeremiah Wells, hvað er búinn að tapa 2 í röð, Max Griffin og Carlson Harris. Ekki búinn að vinna síðan 2003 af því hann átti frekar góða frammistöðu minnum átti Matthew Salisbury. Mér minna það sem bara það sem með í huga. En, þú veist, hlutabréfin hans hækkuðu rosalega. Já, en sko ég er á Jeremiah Wells í þessum bardaga, sko. Nú? Já, ég bara með þessum flott, sko, og þú veist, þessi tvei bardagar sem hann tapaði móti þessu Carlson Harris sem er bara geggjaður í itsari, þú veist, það söppaður á honum, og þá splittis þessum tap móti Max Griffin sem er bara motherfucker, þú veist, það er erfiður bardagi, sko. Ég held að Jeremiah Wells, ég veit ekki, bara svona, kannski að vann þetta Themba Karimbo, en ég bara svona, ég er ekkert eitthvað búinn að liggja yfir teipinu að þeim, en bara svona, þú veist, mín tilfinning er að Wells sé betri. Já, mér líður svona eins og hann sé búinn að tapa 2 í röð og 38 ára gamall. Svona basically, já, svona ekki meint að fara neitt, sko. Ok, hann er óslega góður wrestler, skilur, hann er góður að glíma. En mér finnst svona Karimboinn, hann á svolítið að taka þetta, hann er með líkamlega yfirbörði. Ég held að Wells rótan, sko. Hann rótan? Jeremiah Wells með kraft í höndunum, sko. Já. Ég held, sko, já. Ég ætla að tjekka reachið. Ég ætla að vera að tjekka reachinu. Við maður sjá, reach 188 cm, Themba Karimbo 196 cm. Þú veist, Jeremiah Wells er lítill stuttur naggur. Hann er með just gastang. Já. Tveggja, ég held samt að hann nokkan út, sko. Það er mitt prediction. Já. Veitu hvernig var Themba Karimbo, Anaconda djókaður, decision. Ég held hann bara, hann var rótaður 2017. Themba Karimbo? Já. Themba Karimbo var líka tekin út í sínum þriðja UFC-fight. Hann var Pete Rodriguez, overhand right to ground punches, fyrst lótið. Nei, hann vann þann bardaga. Já, fyrirgefið. Já, þeir fyrirgefið. En ekki vera að mata svona bull frá þér, sko.
Hann hefur ekki verið rótaði síðan sko 2017. Hann hefur verið tapað hann hefur verið lent í gífutum og dóti sko. Þú veist, ef að Jeremiah Wells er með eitthvað svaka submission game í hendinni, allt í lagi, en ég veit það ekki, ég er ekki samfærður. Ég held að róða. Ok. Hann er með kraft í höndunum. Já. Og þó að kannski Themba Gorimbo hafi ekki verið rótaður, þá hefur Jeremiah Wells alveg sýnt að hann getur rótað með. Þannig að ég trú á hann. Ok. Hann er kraft, djúrskraft í hann. Veðja á það? Nei, maður. Sýtur hann á borðið? Ég er ekki nógu viss með þetta. Þetta er bara eitthvað, þú veist. Ég var náttúrulega að veðja á eitthvað sem við hefðum spáð aðeins betri í, sko. Já. Ég var bara að veðja á það. Nei. Jú, ef við setjum bara sítrónu á borðið. Put your citron over your muffins. Ok. Herri. Það skoða betur það. Já, það skoða. Hver er þín spá fyrir Valdó Kostas og Kosta mútið Ante Delaya? Því að það er bara alveg even odds, sko, 1.7 og hvað. Sko, ég þekki Ante Delaya ekki neitt, sko. Ég veit ekkert hvað hann gerir þetta, sko. Það er killer, sko. Jaha. Hann er frá Króatíu, The Walking Trouble. Með að sjá, Uppercut groundsök mútið Marcin Pool, já. Í debutinu sinu. Shit, ég man ég ekki að þessu. Jú, er þetta ekki... Já, er þetta ekki algjör fokkar? Jú. Hann setti sig alveg á kortið? Já, algjörlega. Já. Bara ógeðslega spennandi viðbót við höfuð, sko. Ok. Þannig að það verður alveg skemmtileg fætt. Það er alveg nokkuð skemmtileg fætt á þessu karti og svo er Ísak Dugarian, hann er líka alveg spennandi. Já. Charles Radke, hann er spennandi. Það er alveg nokkuð spennandi gæðar þarna. Ég er bara alltaf að staldra við. Cody Durden, vinur minn það. Ég er bara alltaf að staldra við með Ísak Dugarian. Þegar hann er algjör fokkar. Já. Og hann tapaði bara fyrir Daniel Rodríguez. Já. Sem er snillingur í því að taka svona unga græðsláka, svona kardíóvélar sem eru bara með einu lút í sér og veðra stormið. Þannig að ég sá mig gott í glóðurina. Ég held að þessi kúpumaður, Jadir Devalle, er hann að, já, þú veist, sigraði Conor Matthews, Ríkki Tjók, fyrstu lúti. Þetta er sko fucking fight, sko. Já, þú veist, þetta er alveg fighting sem er svona one to watch, sko. Já. Þannig ég er svona, eru ykkur stilur á þessu eða? 1.39 Dugarian. Það er ekki alveg, kannski meira en ég, jú, já, veit ekki. En ég er á... Það er eitt og annað það. Já, það er eitt og annað. Þetta verður skemmtilegt kvöld, sko. Þó þetta sé eitthvað shit í Apex kart, þá er þetta samt skemmtilegt kvöld, sko. Þannig að þú veist, það er alveg hægt að tippa eitthvað á þetta, sko. Þetta er búin Apex eða ekki? Jú. Hvenær byrjar þetta? Hvað segja það? Þeir segja 4 p.m. Eastern. Reiknum nú út hvað það er. Já, þú veist, ertu ekki með þetta svona, er þetta ekki svona tímastilt tölvunni? Nei, en ég get tjekka á hérna. Main card byrjar kl. 11 fyrir okkur og 8 prelims. Prelims kl. 8, main card kl. 11. Þetta er bara þægilegt. Já, það er klika. Þurfum við ekki að, getum við ekki að fara að henda upp ykkur sjónvarpi hérna? Þannig getum við fara að, við erum bara svo Watchland. Já, talum að geða þetta vel. Ég til í það. Ef við ekki bara fara að rappa þessu upp, ég er hann ógeðslega svangur þegar að fara að borða. Já. Kekjað. Herru, main card kl. 11 á laugardaginn. Það er einu sem að gerast þessi helgi, eða ekki? Við erum ekki að missa, það er ekkert á Íslandi, nei. Main card kl. 11 næsta helgi, minnum á Glacial Fight Night. Já. Bara 15. nóvember, það er next up. Það er ekki daginn frá, það eru miðar á tix.is. Já. Nælið ykkur í miða. Sjáumst, Keflavík. Ásbrú. Andrews Theater. Eða túnið inn á síman. Já. Þetta verður fucking legendary. Já. Djúðir peppaði fyrir þessu. Herri Gekka, ég ætla að þakka öllum fyrir að hlusta. Við sjáumst eftir að vikuleginni, gerum upp þetta ágæta Apex kart og hittum upp fyrir það næsta. Við verðum líklega með gest í næstu viku. Við verðum aðeins að... Já, við verðum að núna að raða hann inn hérna í hverju viku upp að Glacial Fight Night. Já. Það er hjálpmál. Mér langar bara Ara Býring. Já. Og hvernig verður það að fá Vítali og Ernest saman? Já, það verður ógeðslega gaman. Þegar, sko, það bæði búið að tilkynna Ernest á Glacial Fight Night og Kids Steel. Já, þannig þetta er svo komið tími á þá. Þannig að það verður klikkað. Er Ernest með staðfestan bara á Glacial Fight Night líka? Það kom þarna póster. Hann er á pósterinu. Já, I'm fighting on Glacial Fight Night. Þannig að ef að er þetta ekki fullkomið fyrir Coolbet? Að stuðla það?
Jú, það verður að gera það. Já, það verður gert 100%. Já, það verður 100%. Þú gerir með því samningum með hann. Já, geggjað. Herru, við þökkum öllum að hlusta. Stay tuned. Þetta er Benna. Takk fyrir allt. Já, Benni, þú ert Big Ben. Bara frábært að hafa það í chatinu. Við elskum þig. Þó að við kvöldum við stundum illum röfnum. Herru, við þökkum öllum að hlusta og við sjáumst eftir að viku liðni. Og það er einhver styrktaraðilar. Já, það er einhver styrktaraðilar. Við þurfum mögulega bara að klippa einn auðlýsing á þér. Nei, hvað bara með þetta nú? Já. Herru, þátturinn að sjálfsögðu í boði Yngling fæðbátavörur, Prepparinn, Myrkrun Gluggutjöld, Unbroken, Minigarðurinn, M-Fitness og það var bara upptalið. Það er ekki það. Jú, ég held það. Og bara okkar. Og yours truly. Herru, nú ég ætla ekki að kveðja